velkomin í Chess After Dark. Já, góða kvöldi. Langar mig að segja nummer 255, getur það passað? Nei, ég á með þetta vitlaust síðast þetta líka. Ég þori ekki að fara með númer hversu þáttur sko. Nei, ok. Látum þetta það eitthvað 25 eitthvað. Bara liggja milli hluta. Við erum með hlaðið þátt í kvöld að vanda og erum með Sútup. Já. Þeir eru að fara hvernig þátt sérsum og tilbúin jakkaföt og mikið úrvalega frökkum. Ég fór að kíkja daginn. Já. Fór í hörið. Vel gert. Já, Jökull treysti mér nú ekki alveg í það. Það þarf líka að vera alveg myndalegur í það. Já, og það sko. Já. En þeir eru með hrikalega flotta jakka eins og ég segi, skyrtu, buxur, bindi, skó og þetta sérsumurinn. Fyrir þá sem er þetta láta að taka sig alvarlega ekki í Sútup. Vaxnir eins og við. Það er nú bara þannig. En að gestum kvöldsins, það eru þungavætta menn í íslensku viðskiptalífi. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka Einarins og stjórnarformaður Kvikubanka. Ásamt honum er okkar allra besti viðskiptablaðamaður Hörður Ægisson. Verið hjartanlega velkomnir. Takk fyrir. Gaman að mættur. Já. Hörður svona Fabrizio Romano viðskiptalífs Ég held að þetta útskýrðan djók fyrir Sigga sko. Já, ok. Það er reynda staðan. Það er stjórnublaðamaður. Sko, við vorum að tala í fótboltanum. Sorry, ég er strax konar villikvöldur. Smá side note á því vegna þess að ég hef son sem er ungur árum og hann er svona fikrar sig áfram í íþróttunum að finna hvað svona hendar honum. Og í fyrra þá fórum við saman á okkar fyrstu fótboltaæfingu bara í lífinu. Já, saman. Hann 4, ég 44 og við sem báði að blítið. Já, en við létum semst þarna Ólafur, eða að hlusta, Ólafur Sigurðsson fangstjóri Pirtu að hann var látið fara að finna þátt og Sigur Hannesson er komin í hans stað. Já, en á ekki Óli endurkomu mögulega? Jú, mögulega sögulega settir. Skoðum það. Já, nei, hann er alltaf velkomin aftur. Það væri þá sögulega settir, ekki fyrsta skipti. En já, við ætlum að fara víðan völl hérna í kvöld áður en við kannski rennum yfir dagskrána og við skulum bara vinda okkur beint í kjötið. Kerum bara á það. Það var það 9 vinnir. Já. Það eru Íslandsjóðir. Já. Og svona, veit ekki, er blenda tilfinningar að fá þá inn? Ég sko velti fyrir mér hvort þeir hafi fundið aumur á okkur vegna þess að þeir hafi séð hversu illa við gengið ávist að punta okkar. Já, getur orðað hann að við erum eiginlega eina hlaðvarpi sem að við töpum á að taka upp þætti sko. Já, sko, eignastýringin okkar hefur ekki gengið vel. Þetta er eitthvað 70%. Ég velti fyrir mér að við erum alltaf ekki EHF, sko, hvort þeir hafi komist í gögnin einhvers stað. Ég veit það ekki, en já, við erum alltaf búin að læra það að það er best að láta fagmennin sjá þetta. Já, við erum bara á mikrofónunum, sko. Við ætlum að einbeita okkur að ég bara tala í mækin. Þeir eru þetta elsta sjóðstýringafyrirtæki landsins, öflug og fæli eignastýringi yfir 30 ár og látum það duga í bili, en þið getið kynnt ykkur á betra á islandsjóður.is eða Íslandsbanka appinu. En að banka... Við erum nú með einn hátsettar enn í banka. Jú, rétt. Boðaður samruni á fjármálamarkaði. Siggi er auðvitað stjórnarformaður Kvikubanka, svo við ætlum aðeins að ræða þennan boðaða samruna milli Arion banka og Kviku. Áttum okkur auðvitað því að Siggi getur minna sagt það sem ekki hefur áður komið fram, en Höddi getur mögulega fyllt í eðunar hans, hann er algjörlega ábyrgðarlaus hérna. Ég ætla að hlusta á Hörð ræðum samruna Arion og Kviku. En stjórnir Arion og Kviku undirrituðu viljayfirlýsingu þann 7. júlí og hófu samrunaviðræður. Markmiðið er þar að sameina þessa 2 banka og búa til stærra og heildstætt fjármálafyrirtæki. Ef við byrjum á einni opinni bara. Hver eru helstu ávinningarnir, kostir fyrir bæði viðskiptavin og fjárfesta ef samrunin gengur eftir? Hörður. Já, ég byrjaði það. Já, ekki stjórnarformaðurinn að byrja. Jú, við látum stjórnarformaðurinn að byrja. Opinberlega svarið. Já, ég mitt. Sko það er náttúrulega, við erum bara mikil tækifæri þarna fyrir bara margvíslegan ávinning. Ekki síst fyrir bara neytendur, markaðinn. Bæði hvað var að kjör en líka bara með breiðara vöruúrvali, auknu framboði. Þannig að við allavega höfum þá trú að sameina félag geti sé miklu sterkara afl á markaðnum sem að geti betur þjónustað bæði fólk og almenning og fyrirtæki. Já, hörðu, við vorum aðeins að ræða þetta við Sigurður fyrir þátt og aftur hann er erfiður í stöðuna, við kannski ætlum ekki að róta alla þáttunni að tala um þetta en svona kannski bara á hagfræði 101 fyrir þá hlustur sem er kannski ekki að vel að sér og Sigurður til dæmis hvað myndi þetta þýða bara fyrir einn almenna fjárfesti til dæmis eða bara einn almenna góma markan? Fyrir einn almenna
þá meina ég bara, þú veist, hvað þýðir þetta er raun og veru ef að Arion og Kvika verða bara einn banki? Já, eins og Siggi að nefna, þú veist, það mikil samlegð sem fólkin í því að þessi bankar tveir renni saman og svo svona fyrir maður þessi bakurinn á þessu, það að þessi bankar endi saman og á sér mjög langan aðdraganda eins og þið vitu og hlustendur þá búið að vera að tala hagræðingu og möguleg svona samruna tækifæri á íslensku fjármálamarkaði mjög lengi. Það bara 2 ár liðin, rétt rúmlega að segja að það slitnaði upp úr samruna við Kvik og Íslandsbanka út af ástæðan sem margir þekkja muna eftir og í kjölfarið svona fer þessi atburður á stað á nýja leik. Íslandsbanki var áhugasamur um að samanast Kviku, Arion banki líka og Siggi og stjórn Kviku og hluta þess voru þeir lúxustöðu fyrir árinu að geta allir svona valið að milli hvorum bankanum væri til í að efna til svona formlega samruna viðræðina og tókst, þú veist, frá því að sem við munum í maímánuði voru bréfaskipti á milli þess að 3 banka, þess Íslandsbanki og Arion banki voru að senda tilboð og Kvika afþakkaði og beið síðan rólegur og þessi banka komið síðan aftur og hækkuðu tilboðið sitt. Það segir okkur, svona, svo við förum aftur til spurninguna, það segir okkur dálítið hvað þá báður þessi bankar töldu mikið ávinning og virði fyrir hluthafa að ná að fara í slíka samrunum við það og mögulega vonandi ná að klára það. Þú veist, hvorki Arion eða Kvika hefur gefið neitt út opinberlega hversu mikil samliðin getur verið fólkin en við höfum séð marga greinendur vera að velta því upp. Hún fyrst og fremst og allir átt að segja því fyrst og fremst fólkin í kostnaðarliðinni. Það þetta gríðarlega mikil stærðarhagkvæmni í bankarekstri þannig að þegar 2 svona bankar, Arion banki vissulega umtalsvert stærri heldur Kvika sameinast þá þetta því miður fyrir fólk sem vinnur það einhver leyti þá verður þetta að fækka starfsmönnum mjög mikið. Ég held að það sé einhverjum svona í stóðdeildum og það verður örugglega að tala sem verður 150 pluss. En síðan er líka bara mikil tækifæri fólkinni því í stærri öflugri bankana og betri fjármagnarkjörum í útgáfum á erlendum mörkuðum. Það aftur skila sér í bættum kjörum til fyrirtækja og heimila og það þetta mikil tækifæri líka í því að eins og Siggi nefndi að þú veist, Kvika banki sem til að mynda að vera alveg mjög öflugur í því að veita stóru bankunum samkeppni á ýmsum svona neytendalána markaði, komið með mjög spennandi fjártæknilausnir, auður eins og við þekkjum annað. Það þetta að sjá fyrir sig að það setja efla þær vörur og þá starfsemi á Kviku í svona stærri banka. Það ætti að vera til hagsbóta fyrir heimilin og fyrirtækin. Þannig að en varandi svona ávinningin og hvað svona fólki í þessu fjárfesta, það held ég alveg hægur leikur að sjá fyrir sig innan nokkur ára, 2-3 ára að þú veist, árleg samlegð á svona samrænu banka geti verið 6-7 milljarðar mögulega. Já. Og fyrir síðan bara svo ég vísi bara í einhverja greinendur sem geta hafa reiknað það betur en ég sjálfur, þá geti það hækkað markasvirði sameinaðs banka þú veist, mögulega 50-60 milljarða. Þannig að það alveg mikill ábati í þessu fyrir fjárfesta og maður skynir ekki neitt annað bara allstaðar á markaði og meðal fjárfesta að menn séu mjög spenntir fyrir þessu. Og svo verður bara átt að sjá hvernig stjórnendur bankanna og ráðgjöfum þeirra menn ganga í því að sem þetta núna í gangi að þú veist að eiga svokallega forviðraði samkeppniseftirlitið og ná að koma til móts við þú veist mögulega áhyggjur eftirlitið þar varandi samkeppnishindranir og annað. Ég persónulega sé í fljótu bragði ekkert sem ætti að stoppa þetta en hann eins og við allir sem sitjum hérna vitum að þá eru svona
eru svona vegir Pálskunnur og félagi í Sanginsæðum oft svona órannsækilegi sko. Já, ef hann gætt búið til 140 blaðsíður majónis þá ætti hann að geta kokkað eitthvað upp þannig. Já, það er hægt við því að þetta verður lengri skýrsla. Sko, Sigurður, mig langar að spyrja bara opna spurningu. Við erum núna náttúrulega með Arion banka, við erum með Íslandsbanka, við erum með Kviku og vonandi vera frá ská Landsbankan, allavega sjálfstæðarflokkurinn eða semst laði það til við ríkisstjórnina. Ég spyr sko, eru íslenski bankarnir mögulega verða bara of stóri með við stærð hagkerfisins á Íslandi og byrst afsökunar eftir heimskuleg spurning? Ég er nú ekki endilega viss það, en þetta þurfum við á stórum bönkum að halda. Við megum ekki gleyma því samt að sko, það er líka samkeppni utan sem betur fer og það er þannig að í Evrópu hefur verið umræða að fjármálafyrirtæki þurfi að stækka til þess að geta, svona átt meiri möguleika í samkeppni við banka annar staðar í heiminum, sérstaklega náttúrulega vestanhafs. Þannig að ef við horfum á Draghi-skýrsluna sem kom út fyrir ári síðan, sem er rauninni atvinnustefna fyrir Evrópu, þá er þetta eitt af þeim lykilatriðum sem maður er nefnt. Okay. Að það þurfi meiri samþjöppun á fjármálamarkaðinum þvert á landamæri og það hefur aðeins verið svona vafist fyrir Evrópumanninum því að þú veist, þó þetta sé eitt samband að þá er þetta mörg lönd og það er ennþá hugsunin svo hjá hverju landi fyrir sig að þau vilja svolítið vaksa og vera til á eigin forsendum. Kannski skiljanlega en það þýðir það að svona atvinnulífið þróast ekkert endilega heildstætt í álfunni eða innan sambandsins. En þarna, fyrir árið síðan, kom allavega ákall þetta. Sko við auðvitað fögnum því mjög hjá Kviku að sko aðri taki eftir því sem við erum að gera og sýni því áhuga eins og við upplöðum núna í sumar og hörðu komið inn á bæði Íslandsbanka og Arion. En ég held að það sé engin tilviljun. Kvika þessa mundir fagnar 10 ára afmæli. Þannig að vörumerkið Kvika var til við sameiningu MP og Ströms 2015 og síðan hefur verið unnið eftir mjög skýrri sýn sem að gekk getum sagt kannski fyrstu 5 árin út af það að auka vægi þóknanatekna og það var fyrst og fremst gert með samþættingu á sviði eignastýringar, þannig að svona minni aðilar voru keyptir upp sem skilaði miklum árangri, samhliða innri vexti. En síðan, í rauninni 5 árin eftir það, hefur verið mikil áhersla á vöxt vaxtatekna. Og það hefur líka tekist mjög vel, bæði heima en ekki síður í Bretlandi. Já. Og Kvika er auðvitað eini bankinn á Íslandi sem að hefur svona er með starfsemi erlendis. Þetta eru aðri banka með útlán og eitthvað svoleiðis annars staðar utan Íslands en Kvika er eini bankin sem er með einhver raunverulega starfsemi erlendis og það er mjög spennandi og við höfum séð mikil tækifæri á því sviði. En þetta hefur tekist vegna þess að bæði er þetta þrotlus vinna en það er líka vegna þess að fólkið hefur lagt sig ótrúlega fram starfsmenn Kviku við það að ná þessu mikla árangri. Já, klárt og sko Kviku til hamingju með 10 ára afmæli og þetta er náttúrulega langsetta stelpmann á ballinu, við erum að tala margóft hérna. Þetta sem þú veist, svo ég tek boltan að þú spyrir, þú veist, hann eru íslenska bankar ekki of stórir. Ég myndi eiginlega segja að þið þveru öfa sér staðan, sko, hann vissulega eru stórir í einhver íslensku samhengi en vandamálið staðan svo þeir eru skilgreindir þessi 3 bankar sem kerfislega mikilvæga bankar. Ég held að Kvika er ekki skilgreindir en Arion, Íslandsbanki og Landsbankin og þá leið fylgja því og reynda líka í tilfelli Kviku mjög stórum hluta fylgja því mjög stífar kröfur sem leggjast á bankana af hálfu Seðlabankans eða fjármálaeftirlitsins og það eru reglur sem innleidda bara frá Evrópusambandinu. Þetta eru alls konar eiginfjárkröfur fyrst og fremst og á sama tíma eru bankanir líka að greiða mun hærri sértæka skatta
ýmsa sem skatta sem held að flest venjandi fólk hefur aldrei nokkuð mann heyrt og síðan eru þessi bankar starfræktir í líklega á dýrasta vinnumarkaði heimi. Þannig að þetta svona umhverfið sem bankarnir staddir í og þetta regluverk og eiginfjárkröfu sem eru að koma frá Evrópusambandinu, það getur lotið að peningakröfum, peningaþvætti eða alls konar slíka hluti. Þetta ekkert að minnka, þetta bara að fara að aukast, held ég, þótt að þessu góð fyrirheit sem að búa í Draghi-skýrslunum og annað maður reyna að auka samkeppnishæfni álfunnar. Þannig að þetta staðan fyrir því og ástæðan fyrir því að bankar eins og Arion og Íslandsbanki telja nauðsynlegt að ná fram meiri starrarhagkvæmni, ná fram meiri rekstrarhagkvæmni með því að búið til stærri einingu með því að sameinast Kviku til þess að það sé mögulegt að skila að þeirra mati arðsemi sem hluthafa bankana sætta sig við. Því, þú veist, við þekkjum allir hérna hvernig umræðin í Íslandi hvernig skipti þegar að koma uppgjörstölur frá bönkunum og ykkur miljónum, maður hefur skilning á því. En þessi hagnar, réttar að segja þessi arðsemi sem bankanir að skila, hún í flestum tilfellum lakari heldur en við sjáum í bönkunum á hinu Norðurlöndunum. Þar sem þeir bankar til að mynda þurfa að sæta umtalsvert minni eiginfjárkröfum heldur bankan heima. Og þetta svona umhverfi sem þarf að hafa í huga þegar að vera ræðum meinta háa arðsemi bankana og af hverju bankanir margir hverjir eru mjög áfram að reyna að stækka og hagræða. Já. Fyrir þetta náttúrulega alltaf fyrir sem bundið í bönkunum. Já. Með mörg 100 milljarðar. Var ekki eitthvað að létta á þessum daginn? Ég að bulla núna? Aðeins vera svona í tengt verða að innleiða nýtt regluverk frá ESB sem svona losum alveg dágótt eigi fyrir en það er verið að binda líklega hátt í 700 milljarðar myndi giska á svona cirka í bönkunum 4 og ef við værum eða væri sambarilegar eiginfjárkröfur og eins og til dæmis allir gildi á hinn Norðurlöndum þá væri þetta eigin sem bankarnir þetta binda umtalsverðum minna. Erum við að taka þetta frá Evrópusambandinu? Þegar mann finnst oft á umræðinu verið að tala um að eiginfjárkröfurnar hérna á Íslandi séu sér íslenskar, en þetta eitthvað sem við tökum erlendis frá. Það bæði og regluverki sem gildir á Íslandu fjármálastarfsemi kemur náttúrulega meginstofnum til að utan, en síðan setjum við sér íslenska reglu ofan á það. Það er húfullúðum. Já. Það er gott. Fílum það. Látum þar kyrkt við liggja og færum okkur yfir í ríkisfjármálin. Kannski ein lokaspurning hvenær má frétta vænta sem myndir að halda? Með Kviku Arion? Já. Það hófust svo kallar forviðræð við Pál Gunnar og félagarna bara í síðasta mánuði. Já. Ætli þessi ekki bankunum síkjumónis að sjá til lands hvernig sanginsettir lítið þann samruna kannski í síðasta lagi áður en árið liðið og þá vita menn hvort og mögulega hvað þurfa að gera hann að varandi eitthvað skilyrði. Það tekur eitthvað tíma. Ég hef bara séð eins og ég komið fram bæði í uppgjörum frá Kviku og Arion nýlega að það á bæ hafa menn mæntingu til þess að það sé hægt að ljúka viðskiptunum eftir 9 til 12 mánuði. Þannig að ef ekki að segja mitt næsta ár, þú veist, vonandi verður þá hægt að sé búið að klára það. Já, klárt. Mjög gott. Það var auðvitað verið að þingina fyrsta fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar á dögunum og það voru ekki framjá vökulauga öryggismyndavélar.is. Nei. Háskerpu öryggismyndavélar, uppsetning og þjónusta á verði sem að verður að tella spotprís. Já, 15 skall. Gekk inn í Hero myndavél á sértilboði og það aðeins fyrir karlumstendur. Já. Það það bara fyrir karlar? Já. Bara fyrir? Eru bara karlar sem með að nota afsláttinn? Nei, kallhússtendur. Já, kallhússtendur. En það eru bara karlar sem hlusta á okkur. Megninu til kallar, þannig að það er nú eiginlega bara samheiti, sko. Það er 85-15. Það er með kannski rétt átt. Já, jú. Það sé komið gott stefnum. Hagkerfi er á leiðinni í rétta átt. Við sáum samdrátt alveg undan. Kannski einföld spurning, strákar. Tökum fótbolta í vafið. Fyrir þeir ekki. Já, þetta með mjög veist. Ég hef farið að fótbolta með Sigga. Ég hef farið á leik. Og hann vissi alveg hvernig átt að fagna og svona. Já, svona okkur. Siggi, byrjum á þér. Hvað einhvern gefur frumvarpinu? 0 upp í 10?
Sko, ef ekki að gefa því bara svona kannski 7-5, Já, eitthvað svoleiðis. Ég meina það sko, og þetta snýst allt væntingar. Hallinn kannski yfir minni en við áttum von á, 15 milljarðar. Hins vegar eru efnahagshorfurnar svona nokkuð jákvæðir að bjartsýnar, þannig að áhættan meira niður á við. Það eru meiri líkur miðað við stöðuna eins og hún núna að afkoma verði verri heldur en betri. Hins vegar það þannig að bættum efnahagshorfum fylgi líka aukna tekjur og minni gjöld. Þannig að við höfum þetta kosið að sjá sko stærri hluta af þeim bata skilin eftir í neðstu línu í afkomunni, þannig að frumvarpið hefði verið í plús. já, Við höfum kosið að sjá það. En ef við förum aðeins yfir bara svona málin þarna, þá er alveg býsna margt þarna sem mjög jákvætt. Við erum að sjá það til dæmis að framlög í samgöngumál að aukast og það löngu tímabært. Við höfum verið í allt of litlum fjármunum hefur verið varið í þau undanfarin ár og svo litlum að það hefur ekki einu sinni duga til þess að halda í horfinu í vegamálum á milli ára. Og svona ef við reynum að skýra það eins út, að þá þarf að fjárfesta fyrir í kringu 20 milljarða á ári til þess að bara viðhalda vegakerfinu. Bara í status quo. Bara halda þið í status quo. Undanfarna ár hefur þetta verið, það hefur vantað kannski svona 7 milljarða upp á. Og það munaði náttúrulega vantaði ennþá meira áður sko. Og þetta gerir svolítið á þegar eftir fjármálaáfallið 2008 að þá skorið niður verulega bara á öllum sviðum náttúrulega í ríkisfjármálunum og þá alltaf frekar auðvelt að skera niður í framkvæmdum og það gert bara harkalega. Og það gerist kannski á sama tíma og innviðir voru að svona eldast og viðhaldsþörfin þar af leiðandi að aukast. Við þekkjum það, segjum bara hús sem nýtt, það kannski ekki að gera mikið þar fyrstu árin, en eftir einhver ár þá svona hefur eitthvað safnast upp og það þetta sama með vegakerfið. Þannig að á þessum tíma, síðustu kannski 15-20 árum, þá hefur vegakerfið bara svolítið grotnað niður. Þannig að núna erum við allavega að sjá það að það verður hægt að halda í horfinu, en það þarf hins vegar að bæta í til þess að svona vinna á þessari viðhaldsskuld, innviðaskuld sem að hefur safnast upp. En þetta allavega jákvætt, við erum að sjá þetta. Það vilja sjá meira, ennþá meira þá eða? Já, það þarf náttúrulega að sjá meira og við þurfum líka að horfa til þess í samgöngumálum hvernig við getum nýtt einkaframtakið. Já. Og þá erum við að vísa í samvinnuverkefni, stundum kallað PPP, Public Private Partnership, það sem að einkaaðilar og opinberi koma saman að uppbyggingu innviða. Hvalfjarðargöngin eru svona kannski besta dæmið það á Íslandi, frábært dæmi, ofsalega vel heppnað, en við þurfum að sjá fleiri dæmi og það sem kannski umhugsunarefni hér að stjórnvöld vilja gjarnan fara þessa leið. Lífeyrissjóðurnir og aðri fjárfestar eru tilbúnir, verktakar eru klárir, hönnuðir reiðubúnir, ráðgjafar tilbúnir líka, en hins vegar hefur ekki fundist rétta umgjörðin. Þannig að það hefur ekki tekist að koma þessum vilja í verk. Þannig að það viðfangsefni núna vonandi næstu mánuða að gera það og í fjárlagafrumvarpinu ítrekka það sem áður hefur komið fram stofnun innviðafélags. Vonandi verður það eitthvað til þess að hreyfa við þessari stöðu. Ef við förum í nýsköpun og við komum kannski betur á því og eftir hvernig hugverkaiðnaðurinn hefur vaxið á undanförnum árum, orðið 4. stoð útflutnings og sú stoð sem hefur vaxið hraðast og getur orðið stærst fyrir lok þess áratugur ef réttur árum haldið, að við vorum mjög ánað að sjá það að þessi umgjörð nýsköpunar, skattakvata vegna rannsókn og þróunar verða festir í sessi.
Það skiptir svo miklu máli fyrir fyrirtækin að geta plana langt fram í tíman. Að því að bak við þetta fólk, eru störf Já. og tækjabúnaður og annað sem að fyrirtækin þurfa að ákveða með svolítum fyrirvara hvernig þau vilja haga. Þannig að við vorum mjög ánægð að sjá það. Þannig að það svona eitt og annað sem mjög jákvætt, annað sem að maður hefði kannski viljað sjá öðruvísi. Við sjáum til dæmis eins og með verknámsskóla. Það verið að fresta framkvæmdum enn eitt árið. Okay. Staðan fyrir nokkuð, og það sárvantar iðnmennta starfsfólk á vinnumarkað. Og við þekkjum öll sögur af því að það erfitt að fá iðnaðarmenn til starfa. Af því að það bara vantar. En fyrir nokkrum árum síðan, kannski svona 10 árum síðan, var staðan svo að það var ekki næg aðsókn að náminu. Núna staðan svo að það verið að vísa kannski 1000 umsóknum frá á hverju ári af því það ekki pláss. Og þetta mjög kostnaðarsamt fyrir samfélagið. Heldur betur. Og við sjáum þetta líka varandi háskólamennta, varandi eins og STEM-greinar, raungreinar, tæknigreinar. Þar vantar líka fólk þannig að við þurfum að greiða götu erlendra sérfræðinga til landsins. Þannig að það svona, eins og ég segi, það eitt og annað þarna sem bara mjög jákvætt, annað sem að við hefðum viljað sjá öðruvísi, en það hefði alveg verið hægt, held ég, að ná aðeins meira jafnvægi í ríkisfjármálum. En hins vegar þetta miðað við það sem að hafði komið fram áður, að þá þetta jákvæða fréttir, þannig að við þetta vonumst til þess að Seðlabankinn lítið þetta jákvæðum augum. Hörður, sko, 7-5 reyndar, það góð einhvern í mínu bókum, hann að Kristrún þakka kærlega fyrir þetta. Ég ekki usurlæri. Já, ég náttúrulega voru stórar yfirlýsingar, Kristrún með sleggjuna góðu og sko, við sjáum það allavega með við fyrstu ákvörðun Seðlabankans eftir þessi fjárlög að þá Seðlabankinn allavega hefur ekkert bullandi trú á þessu. Hörðu, hvað finnst þér? Hvað gefur þú þessu einhvern? Já, sko, ég myndi ekki, ég skil alveg, þú setur þetta fyrir eftir hvaða augum horfur á þetta. Hvort þetta setja fókusur á hversu vel er að gera við tiltekna málaflokka og það hefur verið að bæta í og gera betur við málaflokka til að mynda sem heyra undir samtökuð iðnaðarins, sem vel. En maður horfum svona stóru myndina, þú veist, jafnvægi í ríkisfjármálum. Það finnst mér fjárlega fyrir að vera svona frekar mikið no news. Okay. Það engar stórar fréttir í því og það hefur svona kannski oft verið með þessi fjárlega fyrir undanfarin ár. Það svo mikið búið að fast móta þetta bæði í svokallum fjármála áætlunum og fjármála stefnu sem gerað til 5 ára í senn að ríkisstjórnin þegar hún komið með fjármálafrumvarp eða réttar þess að fjármálaráðherra hann ekki mikið að víkja frá því en ég myndi segja sko, svo ég byrjaði að gefa þessu einhver ég myndi gefa þessu svona 5,5 okay. Svona þú veist cirka nær prófunu já, þetta bara svona lala en sko spólum tilbaka þegar var kynnt fjárlagafrumvarp í lok árs 24 okay. Held ég að þá að Bjarna Bensinni það var svo oftur að skipta fjármálaráðherra hérna á þessu tíma en ég held að það var Bjarni Bensinsson og þá var búið fjárlagafrumvarp sem gerði ráð fyrir tæplega 63 milljarða króna halla árinu 25 síðan komur ljós eins og reyndar á Bjarni sjálfur boðaði held ég þegar hann lagði fram fjárlagafrumvarpið hann hefði væntingur að staðan myndi vera miklu betri vegna þess að væri að hans viti svo mikil kraftur í efnahagslífinu. Það kom á daginn. Við vorum að sjá vísbendingum þetta meðal annars í fyrrnefndri fjármála áætlun sem hafi verið kynnt fyrir á þessu ári það sem var útlit fyrir að afkoma ríkissjóðs á þessu ári yrði miklu betri. Staðan svo að áætlaðar halli ríkisins á þessu ári ekki nema 19 milljarðar. Í staðan fyrir 63 milljarða. Þið munið þegar að ríkisstjórnin tók við og jafnvel í aðdraganda þess að tók við þar sem hún var að kalla eftir því að embættismenn í fjármálaráðuneytinu var að koma með einhverjar skýrslur hver raunveruleg staða ríkissjóðs væri og annað og síðan var það kynnt og haldna mikla ræður að
og það væri að koma í ljós að raunveruleg staða ríkisins og staðan væri öll miklu verri heldur en var búið að segja herðu 9 mánuði seinna staðan miklu betri. Já. En þau eru bara Staða að taka til ríkisins það miklu betri. Og það sem að gera þessi fjárlagafrumvarpi að það verið að minnka hallan 4 milljarða. Það að segja með hvað áætlar á þessu ári og hvað áætlar að vera á næsta ári í fjárlagafrumvarpinu úr 19 í 15. Það þýðir að halli ríkissjóðs sem hlutfall af landsframleiðslu fer úr 0,4% í 0,3%. Já. Þetta sleggjan og hann það kemur á óvart í ljósi þess hvað það útfyrir að staða ríkissjóðs sé talsett skárri í dag heldur hann áætlað að Kristrún Frostadóttir og aðri leiðtogar ríkisstjórninni hafi ekki nýtt færi þá í því að reyna að loka fjárlagagatinu í þessu frumvarpi. Þú veist, heildar útgjöld ríkissjóðs í fjárlagafrumvarpinu eru hátt í 1600 milljarðar. Já. Tekjunar rétt rúmlega 1600 milljarðar. 15 milljarðar í því samhengi eru vasapeningar. Auðvitað, ég segi ekki að ég viti það vegna þess að ég veit það ekki en þú veist, ég áttum að því að það er mjög erfitt að hlýðra til hlutum í fjárlagafrumvarpi og þetta er allt saman mjög margt svona fastmótað, mikla launahækkun sem tekur inn og annað, en það hefði verið hægt að þú veist hreyfa við ykkur hlutum þannig að fjárlagagatinu hefði verið lokað. Það hefði verið svo mikill sigur fyrir þessa ríkisstjórn að geta kynnt slíkt fjárlagafrumvarp bara sitt fyrsta og þá leið líka sett þrýsting held ég á þingið sem er núna að fá fjárlagafrumvarp til sín í hann meðferð fjárlaganemndar að bæti ekki í. Að því hver vill vera þú veist formaður fjárlaganemndar eða aðri þingmenn sem ber ábyrgð á því mögulega að vera að leggja til einhverjar útgjaldahugmyndir sem valda því að í stað þess að vera loka fjárlagagatinu þá verði x milljarða halli. Já. Þannig að það veldur manni smá vonbrigðum. Já. Og ég held að þetta fjárlagafrumvarp sé hvorki gott eða slæmt innlegg fyrir Seðlabankann og verkefni Seðlabankann sem ná niður verðbólgunni og þá leið vöxtunum. Þetta er bara sirka hlutlaust. Þetta er hvorki að fara að ýta við þenslu, né draga úr þenslu og það þarf ekki mig til að segja það, ef þú fer bara og lest þessi 300 eitthvað blaðsuna greinagerð fjárlagafrumvarpsins, þá er þar eins og er gert alla jafna í þessu fjárlagafrumvarpi, þá er embættismenn fjármálaráðsins með alls konar reiknikúnstum að leggja mat á það sem kallast aðhaldsstig ríkisfjármálana og það er komast þeirra niðurstöðu að aðhaldsstigið sé hlutlaust. Já. Árið þú veist, í síðasta fjárlagafrumvarpi þá var aðhaldsstigið fyrir þetta ár metið umtalsvert og núna er það umtalsvert minna og þannig að þetta er að minnsta kosti, þetta er engin sleggja þannig að við þurfum að bíða eftir henni og Seðlabankinn kemur saman eða það er að segja peningastefnunefnd Seðlabankins kemur saman snemma í októbermánuði ef ég maður rétt og ég held að Seðlabankinn muni ekkit hafa sérstaklega sterkar skoðun á þessu fjárlagafrumvarpi og þetta mun ekki breyta neinu svona næstu skref hans því miður held ég að það verði áfram bara svona sjáum við bara aftur óbreytta vexti við getum rætt að betur senna Mér finnst þetta áhugavert sem þetta komin á hörður af því að mér finnst alltaf vera annarkvort fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar eða fjármálafrumvarp ríkisstjórnarinnar en mögulega líður tímum bara svona hratt en ég velti fyrir mér, ég var stundum við leiðist og horfði í Alþingisrásuna og Daði Már var ríðast Begga Óla í Miðflokknum og þar var Beggi Óla að segja, betur hvað sleggja? Því voru búin að tala um að fara að hagræða ríkisrekstri og fleira og Kristrún talaði með því okkur daginn, hún er innleitt einhverja stöðuleikareglu og þarna sem er gott að blessa en þá sagði Daði, já þetta eru bara mál frá ríkisstjórn, gömlu ríkisstjórnir sem við erum bara að innleiða en er það, voru þeir ekki að taka við að henni og ætla að gera betur en hún eða þú veist getaði falið sig á baka það eða skilur mig? Já, meina þú veist eins og þessi stöðuleikaregla sem er mjög fín og held ég búið að liggja fyrir mjög lengi bæði hjá fyrirvændi ríkisstjórn að það staði til að innleiða hana hún þýðir í stuttu máli að það eru settar þá bara svona skorður á það hvað ríkisstjórnin
getur aukið útgjöld að raunvirði á milli ára og þá leið þýðir þetta að því vorum að tala þú veist, hættun á því að einhverjir útgjaldaglaði þingmenn sé að fara að bæta í þegar að fjárlagafrumvarpið kemur til Alþingis núna á næstu vikum og mánuðum að þá er það allan erfiðar heldur en ofta áður. Já. Þannig að síðan, þú veist, þetta samt svona eitthvað hálf komísku. Þessi ríkisstjórn hefur þetta líka verið að hrósa sér fyrir fullt af hlutum svona á jákvæðan hátt, þú veist, sem voru mál sem voru langt komin hjá fyrri ríkisstjórn. Ég nefni uppgjörið á IL-sjóði, ég nefni Íslandsbankasöluna, það sem tóku við þannig fullbúnu frumvarpi. En kláruðu hana samt? Og kláruðu hana og fínt og ég held, þú veist, að hann sú sala hefði klárast með nákvæmlega sama hætti, alveg sama átt að fjármálaráðin hefði Daði Már eða Sigur Ingi, sko. Það var búið til algjörlega leikregluna fyrir þá sölu. Bara til að slúta þessar umræðu, eigið þessa 15 milljarða handa mér sem við hefum getað köttað það? Bara í fljótu, eitthvað svona nýtt þjóðleikus 3 milljarðar, ég kom með 3 þarna. Já, ég var alveg til að taka það verkefni á mér við rauðan 1000 penna og svona strikka yfir eitthvað. En auðvitað er svona stóra atriði, þú veist, það eru 125 milljarðar sem fyrir vaxtakostnað. Já. Það er rosalega mikið. Það er held fjórði stærsti málaflokkur. Já, svakalega fjórði. Og þessu uppað er að hækka frá því sem var held gert í fyrir áætlunum. Já. Vegna þess að bara verðbólgu og vaxtaþróun eins og allir vita hefur verið heldur búist var við, sko. Og ríkið verður, þú veist, rosalega fyrirferða mikið á skuldabréfamörkuðum á næsta ári. Það þarf að endurfjármagna hátt í 300 milljarða af fyrst og fremst innlendum skuldabréfum sem á gjalddaga en eins líka einhver erlendu lánum og þetta alltaf mjög svona vandasamt verkefni þegar ríkið að fara inn á markað og fara að taka svona mikið lán. Það þurfa að vera ykkur kaupendur og ef það eru færri kaupendur heldur ríkið myndi búast við, þá þýðir það að vextinir hækki og það hefur mjög vond áhrif á vaxtakjör annar aðalega vegna þess að eins og við öll þekkjum þá setur ríkið dálítið viðmið fyrir vaxtakjör annara. Þannig að þetta þarf að takast vel á næsta ári að ríkið hægi þessum útgáfumálum sínum á góðan hátt. Já, má ég taka smá fjármál 101 en ég held ég sé að fara með rétt mál líka. Ef þetta gerir sem hörur að tala þetta er líka bara slæm áhrif á markaðin og annað því að fólk fær bara að leita í ávistun og ríkisskuldabréf. Já, þú veist, hverjir kaupa þessi ríkisskuldabréf af því gefna að þeir munu fyrst og fremst gefa út óverðtryggð eða verðtryggð ríkisskuldabréf sem hefur ríkið líka mikið verið að gefa út vigsla, svona stuttavigsla, aðeins verið að minnka upp á síkast þessi betur fer. Þá dregur þetta fjármagn frá lífeyrissjóðum til að mynda og skulda og öðrum fjárfestingarsjóðum og öðrum fjárfestum sem myndi þá kannski öðrum kosti leita í einhverjar aðra áhættu samar eignir til að mynda hlutabréf eða eitthvað slíkt. Þannig að 7-5 og 5-5, 6-5 meðalegur. Flott bara. Já, heldum áfram í 2 heilir í boði sem að mista af bara kross í lokin. Já. Ætla að loka gatinu já eða nei? Já, nei. En höldum okkur innan ríkisstjórnarinnar, mál sem hefur verið í, já, kannski komst í brennidebilin fyrir en áætla var, allavega höfðu töluð að þetta væri 2027 akkurat, sett á stokk þá, en það er Evrópusambandið og Volt hefur auðvitað sérstaklega áhuga á Evrópusambandið. Jú, heldur betur. Volt með einföld skilaboð verði í fríi, fáðu heimsend, getur svo bragðgóð mat á bestu stöðum bæjarins. Rétt. Volt-appið, það er svo þægilegt, sko. Það er betur en Evrópusambandið. Já, það er þín skoðun, en það er harðlega gott og það er að sjá bara, herru, það er 5 mínútur í áhengi mitt eða... Já, stundur enda við mér eins og þessi gaurar séu fyrir utan hjá mér áðan í panta, sko, þessu fljótir. Já, eldsnöggir og Volt Plus auðvitað 490, en ef við ræðum aðeins þessa ESB-vegferð sem að, ég vil ekki bara segja ríkisstjórnin sé farin í, af hverju ósköpun eru að leggja stað í þessa vegferð? Siggi? Svaraði því? Já, einmitt. Já, sko, þetta kom kannski einhver leiti óvart vegna þess að það voru nokkuð skýr skilaboð frá Kristrúnu sérstaklega fyrir kosningar að þau vildu ná árangri í mörgum málum og að hennar mati að þá
það að setja þetta mál á dagskrá myndi þá taka athygli frá þeim brýnu málum. En svo náttúrulega bara pólitísku veruleiki eins og hann þannig að málið er nefnt og þá kannski var ekki við öðru að búast heldur en að það kæmi yrði svona einhvern veginn fyrirferða mikið bara frá fyrsta degi af því að þetta það stórt mál hefur verið í umræðinu lengi, ég meina Ísland sóttum aðild hérna fyrir einhverjum árum síðan 2009-10 sem átti sér mikinn aðdraganda þannig að það þarf kannski að koma ávart að umræðan sé bara komin á flegiferð og ég meina við erum farin að sjá líka hreyfingar í báðar áttir formlega eða óformlega farnar að myndast varandi stuðning við aðild og andstöðu. En Hvernig líst þér á þetta? Sko, það auðvitað þannig að Evrópa, ef við tölum hérna bara hagsmuni Íslands, ég meina Evrópa auðvitað okkar stærsti markaður og við erum að flytja út langmest af vörum til Evrópu. Bandaríkin hafa verið að vaksa svolítið í vægi, ekki síst það annars vegar ferðaþjónustan alltaf sem þá þjónustan en varandi vörurnar að þá hefur útflutningur á vegum hugverkaðinnar vaxið mjög til Bandaríkjana en það Bandaríkin eiginlega mikilvægasti markaður fyrir afurðir hugverkaðinnar. Við sjáum það alveg fyrir lyf, heilbrigðistækni vörur og svo framvegis. Sko við erum auðvitað að innleiða mikið af regluverkinu hér á Íslandi til þess að geta notið ávinningsins af aðgengi að markanum, til þess að geta fengið aðgengi að innri markanum. Þannig að við erum svona að uppfylla hluta af þeim kröfum sem eru gerðar. En síðan það auðvitað þannig að eins og við komum aðeins inn á áðan, ríkin eru mörg og þau eru ólík. Þannig að sko Evrópa ekki ein heild og til dæmis eins og vorum að ræða áðan varðandi atvinnulífið, þá höfum við ekki séð fyrirtæki stækka eða ná stöðu þvert á landamæri í miklu mæli eins og við höfum séð til dæmis í Bandaríkjunum. Og þetta endurspeglast kannski að einhverju leyti í bara því að Evrópa hefur dregist verulega eftir. Þannig að sko hagvöxtur á mann, landsframleiðsla mann er miklu minni í samanburði við Bandaríkin núna en hún var fyrir 10-20 árum síðan. Og staðan ef við horfum á samkeppnishæfni Evrópu, þá Evrópa einfaldlega að dragast aftur úr öðrum svæðum, Bandaríkjunum, Kína, kannski öðru fremur. Og af þessu hefur Evrópumaðurinn þungar áhyggjur, réttilega. Við sjáum það til dæmis birtast í Draghi-skýrslunni sem kom út fyrir ári síðan. Evrópa þarf að taka sér tak, sú framkvæmdastjórn sem var mynduð í Evrópusambandinu eftir síðustu kosningar sem voru í fyrra og tók til starfa einhvern tímann undir lok síðasta árs og þá í rauninni í byrjun 5 ára kjörtímabils. Að hún hefur sett þetta á oddinn, farið í einföldun og regluverki og fleira. En það verður auðvitað að viðurkennast að þetta gerist býsna hægt. Þannig að svona ef maður horfir á bara þessa stöðu, að þá auðvitað spyr maður sig hvort að minnsta kosti þetta sé rétti tímapunkturinn fyrir Ísland til þess að ganga inn í Evrópusambandið. En auðvitað eins og við komum inn áðan, það eru miklu viðskiptalegir hagsmunir vegna þess að þetta okkar stærsti markaður. Það sem að kannski helst hefur verið nefnt líka sem ástæða er sameiginleg mynt, sem sagt evra. Já, klart. Sem gæti haft í för með sér ýmsa kosti að mati margra, en þó það auðvitað þannig að vaxtastig ekki eitt og hið sama í Evrópu. Það mjög misjandi eftir löndum. Ég sá nú frétt bara í dag, þú þekkir það kannski betur en ég eða þið, að frakkar ríkissjóður frakkar greiða núna hærri vexti heldur en gríska ríkið. Svo dæmis er tekið og ég held að einhver með þótt að fréttir fyrir einhverju síðan að bara ekki trúa því að þetta í staðan. Nei. Þannig að
þetta svona dregur það svolítið fram að þetta er ekki svona einsleitt. Nei, hörður, þú Nei, ert alls ekki. mjög spenntið fyrir þessu. Nei, þetta svona eitt af þeim fáu málefnum kannski sem ég held ég bara aldrei breytt skoðuminu og eitthvað bara, Það eru harðari. og ennþá harðar í hvað mér finnst þetta að vera mikið dómadags vittlisa að ætla að efna til slíkra þessi fyrsta lagi setja þetta á dagskrá í pólitíkinni, ég held að ríkisstjórninni sé ekki gerð neitt greiði með þessu, það eftir að vera mikið vandræðamál fyrir þau og ég held að Kristrún bara alveg eins og hún talaði fyrir kosningar og einhver leiti hefur Gerðu það hér? gerði það þarna ykkur og síðan er maður svona mátt skilja án upp á síðkastið til að mynda í viðtali við Morgunblaðið daginn að hún vill greinilega ekki að þetta mál sé svona í farabroddi hjá ríkisstjórninni þótt að einn af samstarflokkunum Viðreisn vilja það gjarnan að því að Siggi nefnir vaxtakjörun hjá franska ríkinu á sínum skuldabrjöfum þá líka má nefna ef þú skoðar sambærilega skuldabrjöfaflokka sem íslenska ríkið hefur gefið út í evrum tvo flokka sem að svipari tímalengd og aðri flokkar hjá franska ríkinu þá eru skuldabrjöf íslenska ríkisins að ganga kaupum og sölum og eftirmarkaði á nánast sömu ásnákröfu á franska ríkið. Það hefði einhvern veginn þótt sagði til næsta bæjar að það væri staðan. Það er þetta sem meira til margs um það hvað franska ríkið stendur afskaplega er að glíma við gegnumvægleg vandamál í bæði í bara ríkis fjármálum og eins og skuldastuðu ríkisins. Nei, ég sakna þess alltaf í þessari umræðum kemur hann ekkert á óvart að það sé að hann ákveðið að í stjórnarsáttmálum að það er að búa til atkvæða greiðslu meðal þjóðurinn að hvort það eigi að fara í formlegar aðildarviðræður við ESB en ég sakna þess að þeir sem eru fylgismenn þess að gera það tali efnislega það af hverju Ísland eigi að gangi í ESB. Mér finnst umræða núna vera fyrst og fremst svo að þeir sem eru byrjar að andmæla því og reyna að benda á ýmsu ókosti þess og það þjóni ekki hagsmunum Íslands, þá er það alltaf afgreitt eitthvað út á borðinu með spurningu til þess sama fólks treystur ekki þjóðinni. Já. Þetta er rosalega leiðileg umræða. Að þetta er ekki umræða. Þetta er nákvæmlega sama dálítið taktík sem ríkisstjórnin beitt í umræðum tengt hækkun veiðigjaldana. Það sem hún held ég pólitískt meðvita ákvað að vilja ekki ræða efnislegum þá vankanta sem voru og öllu því máli hennar heldur bara sagði við erum að framfylgja hérna einhverju því sem þjóðin vill og hún grætti stórkostlega á því þessi ríkisstjórn pólitískt séð hafa gert það og hún er einhver leiti núna að leika samanleik með ESB með því að vilja ekki ræða efnislegum mál og segja við þá sem eru að efna til einhver efnislegur umræðu að bara við ætlum bara að testa þjóðinni, testa þú ekki þjóðinni. Gott og vel, þú veist, en það er meiri háttar mál. Þú veist, ég persónulega tel að þessu alveg ágætis líkur af því að Íslendingar muni segja já við því að kíkja pakkan. Þú veist, af því hver vil ekki kíkja pakkan? Einmitt. Og en að samaskapi er ég sem betur fyrir algjörlega fullviss það að þegar að því kemur að greiða atkvæði það hvort Ísland eigi að samþykja það að gangi ESB þá mun Íslendingar segja nei við því. En þetta tekur rosalega mikið tíma og orku bæði fyrir ríkisstjórninni og bara allir þjóðinni ég verið að rífast við þetta málefni mögulega í mörg ár. Já. Það er svona furða ég á mig að sérstaklega Kristrún Frostadóttir ætli að keyra þetta mál áfram af því ég spyr hver er sölupunkturinn? Þú veist, Siggi fór vel yfir það að þú veist, Evrópusambandið og ríkin sem það eru undir eru vissilega okkar ekki langsamlega, allavega okkar mikilvægastu markaði fyrir vörur og sem betur fyrir þeir hagsmunir tryggðir fyrst og fremst í gegnum EES-samningin og ekki slíkt frá það sé að fara að breytast. Það er nefnt
aðild að sameiginlega evrópska myntsvæðinu. Þetta eru, þar að segja, aðild að ESB og upptaka evru eru í grunninn 2 óskild málefni. Þú getur farin í ESB en síðan þarftu að uppfylla markvissi skilyrði til þess að fá að taka upp evru. Þetta kemur ekki á sama tíma og að hans að fara að þylja bara 2 skilyrði, þá er þetta skilyrði sem við ættum bara sjálf, ríkisstjórnin, vinnumarkaðurinn og samfélagi heilsinni að vilja fylgja eftir, það er að segja að ná til dæmis gengistöðuleika sem betur fyrir hefur tekist mjög vel hérna undanförnum áratug og en fyrst og fremst að ná okkur stöðuleika á vinnumarkaði. Og slíku stöðuleiki sem hefur ekki nást að hafa við vinnumarkaðin, það þarf að ná slíku stöðuleika í mörg ár og helst áratugi áður en að við ættum að treysta okkur til þess að fara inn í fast gengisbandalag. Það sem vaxtasti Evrópska seðlabankans hreyfist í allt aðra áttir heldur hvernig íslenskt efnahagslíf þróast. Og þú veist, ég finnst alltaf einhvern veginn að vera það. Þú veist, við þurfum fyrst að sýna að við getum verið þjóðverar í svona 20 ár. Þá er ég til í að taka samtal um það hvort það sé skynsamlegt að Íslandi eigi að vera aðili að evrópska myntbandalaginu. Og ég hef ekki síðan það undanferðin ár eða bara frá stofnun íslenska lýðveldisins að Íslendingar hafa verið mjög góðir að haga sínum málum á íslensku vinnumarkaði eins og þjóðverjar. Og ég myndi segja að þú veist, ég getur rætta betur eftir, þú veist, það eru tveir markaðir sem hafa sögulega séð valdið óstöðuleika íslensku efnahagslífi. Það er vinnumarkaðurinn og það eru húsnæðismarkaðurinn. Ef við horfum bara frá árinu 2010 til dagsins í dag, það hafa laun á Íslandi hækkað árlega að jafnaði tæplega 7%. Á Evrusvæðinu hafa laun þar á sama tímabil hækkað rúmlega 2%. Eða 2 eitthvað. Það er næstu 3-faldur munur þarna á milli. Þú getur ímyndaðir hvernig afleiðingin af því að hækka laun næstu 3-falt meira heldur en önnur lönd innan sama myntsvæðis að gera, hvernig það myndi brjótast fram fyrir efnahagslífi hérna í Íslandi ef við getum ekki hagað vaxtastíginu eins og við myndum vilja. Og síðan er þetta með húsnæðismarkaðinn sem Siggi þekkir betur til heldur en ég. Það sem við höfum hagað honum eða það er rétt að segja uppbygging og þegar markaði afskaplega illa og hann hefur verið uppspretta að verðbólgu og þar að leiðandi hærri vöxtum hér á landi heldur þyrft að vera ef væri með þann markaði lægi rétt eins og vinnumarkaði. Þannig ég segi bara komum þessum 2 hlutum í lag, vinnumarkaðinum og húsnæðismarkaðinum og sjáum hvort að við munum ekki fá í kjölfarið lága stöðuga verðbólgu og vexti sem eru skaplegir og þú veist og er í samræmi við þú veist bara þróttin í íslensku efnahagslífi sem betur fyrir miklu meiri heldur en við þekkjum í öðrum löndum. Já, sko ég er eiginlega bara hjartalega samanlega hver einasta orðið sem Hörður sagði, sko Bjarni Ben var í góðu viðtali hjá okkur eftir hann setti skóna hilluna í byrjun árs, það sem hann var nákvæmlega að tala um að já, sko, ef við ætlum að ganga í Evrópusambandið þá þurfum við að laga vinnumarkaðsmódelið. Þá segir Bjarni, nei, við þurfum að laga vinnumarkaðsmódelið núna, ekki þegar við gangum í Evrópusambandið. Já, það er rétt. En já, tökum þetta bara húsnæðismarkað kannski eftir, hann getur svara verið það eftir, en ég ætla að leyfa að halda áfram með dagskrárgerðina. Fallið tilhugsun að ímynda sér að Bjarni Ben hafi lagt skóna á efstu hillu að einhvers staðar. En áðurinn hvað er ríkisstjórnin að tvennt sem ég langar að nefna í þessu samhengi, sko annars vegar þau hafa alveg staðis í stykkinu í einhverjum málum. Við sáum til dæmis Ingu Sæland hvað var þar atvinnuleysisbæturnar, hún er að stytta þær úr 30 mánuðum yfir í 18 og að þau voru nú að tala um samhengi milli norræna umhverfisins í bankamálunum, þá getum við tekið það líka í þessu samhengi að já, en svo þarf hann að vísitur að tengja örorkubæturnar, sko. Já, ég veit það. Þetta er allt kostakalla, en svo er hitt líka það var ekki að spyrja mér, sorry. Nei, Daði fjármálaráðherra ætlar að standa sig í stykkinu eða, sko, þetta hefur nú verið boðað áður en að breyta tollflokkunum með jurtaostinn og fólki finnst þetta svo fárlegt, en það skiptir samt máli því við erum hérna í milli steins og sleggju í ákveðnu tollastríði
og við erum að lenda í fyrsta skipti á viðskiptahindranarlista fyrir bara fáránlegt mál þar sem að þetta klift og skorið, virðist allir málspretandi menn koma sér saman nema hagsmuna aðilar. Svo ætlaði líka að leyfa opinberu starfsfólki að vera reikið, sem bara fínt. Áminningaskyldan, það mjög jákvæmt. Mjög jákvæmt. Ég var bara að rausa ef þið viljum bæta eitthvað sko varandi jurtaástinn, þá náttúrulega það ekki alveg klift og skorið. Það er, ég meina, ef það væri klift og skorið þá náttúrulega væri þetta mál ekki til umræðu, sko. Nei, ég verið bara að tala um hvernig þetta. Vandinn að það ágreiningur og það, ég veit ekki, við komum kannski að því á eftir eins og varandi tollastríð sem við erum í núna, að Bandaríkin hafa lagt á tolla á ríki heims og þar á meðal Ísland og við fengum fréttir af því núna í sumar, í júlí eða byrjun ágúst að tollurinn hækkaður úr 10% í 15% á útflutningi íslenskra vara til Bandaríkjanna. Þannig að íslensk stjórnvöld hafa greint frá því að þau hafa óskað eftir samtali við bandarísk stjórnvöld sem við náttúrulega fögnum og en við þekkjum það að þegar maður vill semja eitthvað þá þarf maður í fyrsta lega að greina hagsmuni og maður þarf að reyna að bjóða eitthvað. Já, að gefa tilbaka. Já, og ég ætla rétt að vona það að íslensk stjórnvöld fara að bjóða eitthvað annað heldur en afslátt af einhverju nautasteikum frá Bandaríkjunum til Íslands. Ég myndi vilja vera flug á vegg í Hvítahúsinu þegar það tropp dregið fram úr erminni. Það eru 20 nautasteikur og þá fáið þá ekki tollana niðurfellda. Nei, en það er mjög spennandi og við höfum aðeins sagt frá því hjá samtökum iðnaðarins að við höfum lagt ríka áherslu á það og kynnt hugmyndir fyrir stjórnvöldum og raunar fyrir fólki í Bandaríkjunum líka að það séu leiðir til þess að auka viðskipti á milli landanna með gagnkvæman ávinninga leiðarljósi og þannig held ég að verða að nálgast þessi mál, ekki bara að horfa á það hvernig viðskiptin eru í dag heldur líka hvernig þau gætu orðið og þá náttúrulega verðum við að horfa til dæmis til þess að í heiminum stendur yfir gervigrindakapphlaup. Heldur betur. Þannig að, og þar það einfallega þannig að þeir sem að sitja hjá munu sitja eftir og það muna miklu í lífskjörum þeirra sem að eru með, taka þátt og hinna sem að gera það ekki. Þannig að þar til dæmis miklu meiri hagsmuni fyrir okkur. Við höfum eitthvað að bjóða. Við höfum eitthvað að bjóða þar, svo sannlega. Já, við skulum bara vinda okkur að gervigrindinni. Þú ætla bara að fara þar strax í það. Já, af því að það er löngu tímabært að setja hann á oddinn, ekki bara þessum þætti heldur við þær. Já, þetta er rétt. Þannig við getum alveg gert það. En hún að sjálfsögðu búið Dynot, bókaborð, pantamat, viðburðis, gjafabréf, afslættir. Þeir eru þetta með salaleguna líka. Það verður líklega, sko Dynoti, þannig er þetta það er það gott starfsfólk þar að gervigrindin getur ekki komið það. Heldur ekki? Nei, ekki sér. Nei, þetta er nefnilega hugafæri sem ég svo hrættu við að fleiri brenna sig á. En skulum spyrja sérfræðingar að þessu. Við erum auðvitað með framkvæmdastjóra samtaka iðnaðarins í Setti og gervigrindin heldur betur að riða sér til rúms. Hvernig sjáum við gervigrindin að hafa áhrif á íslenskan iðnað og framleiðslu? Við byrjum enn einu svona þér sig ekki, byrja þér næst fyrir? Já, ég meina, það gervigrindin mun hafa mjög víðtæk áhrif. Í fyrsta lagi það þannig að allir munu þurfa að tileinka sér gervigreind á einn eða annan hátt og við sjáum það bara til að sjá fyrirtækjum, okkar félagsmönnum að þau eru mörg hver þegar farin að huga því hvernig þau geti nýtt sér gervigreind í sínu störfum til þess að auka skilvirkni. Stundum það sérhæðalausnir, stundum almennar, þú veist, snýst líka það bara starfsfólk fara að nota gervigreind. Þannig að þú veist, það er einn vinkill af þessu. Í öðru lagi að þá náttúrulega svona auðlindin þarna reikniafl, reiknigeta og þar líka mikið kapphlaup að koma upp reiknigetu og í einhverjum tilvikum hafa þjóðir eða þjóðríki gert þetta. Ég veit ekki hvort að það áendilega við hjá okkur en það hins vegar mikil tækifæri á því sviði. Þetta snýst líka innviði, að það séu innviðir sem að ráði við
þessa vinslu og gagnaflutninga. Þannig að við höfum bara séð það allir með á Norðurlöndunum hvernig bandari stórfyrirtæki sem eru sko framalega þessu sviði eða fremst á þessu sviði í heiminum hafa byggt upp starfsemi og fjárfest alveg gríðarlega á síðustu árum. Sjáum til dæmis Microsoft með gríðarlega stóra fjárfestingu í Svíþjóð. Ég held að fyrsti fasin hafa verið vel yfir milljarður bandaríkjadala og síðan hefur sko miklu meira bæst við. Og þessu hafa fylgt umsvif ekki bara viðskipti, heldur líka bara efling til dæmis háskólanáms á þessu sviði til þess að auka þekkingu. Við höfum séð sambærileg dæmi í Danmörku, Finnlandi. Við höfum líka séð dæmi fyrirtæki sem hafa viljað setja upp starfsemi hér eða koma í viðskipti við gagnaverin hérna á Íslandi. En vegna ýmsa hindrana, vegna þess að stjórnvöld hafa ekki verið með skýra sýn, þá hafa þessi tækifæri einfallega leitað annað. Og við höfum bent á það að þessi tækifæri séu þess eðlis að það þurfi að sækja þau. Þú veist, þau kom ekki bara, þú veist, fólk kemur ekki bara að panta sér miða og lendir í Keflavík og fer að setja upp einhverja starfsemi fyrir sko 10 milljarða eða 100. Þú veist, það þarf að hafa fyrir þessu. Og það snýst ekki endilega í einhverjum ívilnum. Það getur líka bara snúist í vilja til raforkuöflunar sem við höfum séð mjög skýra núna í tíð auðvitað fyrir ríkisstjórnar en ekki síður núna það sem við höfum séð þingmál fara í gegn á vorþinginu og fleiri koma inn núna til þess að greiða götu uppbyggingar og Jóhann Páll hefur leitt það og staðið sér virkilega vel. Það snýst líka bara skipulagsmál af því það þarf að byggja einhver mannvirki. Það snýst leyfisveitingar og þú veist, bara allt svona tekur svo langan tíma á Íslandi. Já. Og ef aðra þjóðir geta hreyft sér hraðar, þá þetta fara menn frekar þangað og byggja upp starfsemi. Þannig að við höfum séð að þetta vandamál og þarna eru sannlega tækifæri fyrir okkur til þess að gera betur ef að stjórnvöld raunverulega vilja sko að við séum þáttækundur á þessu sviði. Varandi innviðina þá ef við ætlum að koma okkur á kortið raunverulega að þá þarf að efla gagnatengingar milli Íslands og annar ríkja og ég held að kannski svona stærsta tækifæri þar líki í því að leggja gagnastreng milli Bandaríkjanna á Íslands. Í dag eru rauninni 3 eða rauninni 4 gagnastrengir á Íslandi. Það Danæs, til Danmörkur Faræs sem að fer til Bretlandseyja í gegnum Færeyjar. Það Íris sem að nýjasta viðbótin sem strengur til Írlands og svo það Greenland Connect sem fer til Grænlands. En það engi strengur sem að fer beint til Bandaríkjanna og svo náttúrulega þannig að bæði Faræs og Danæs eru komnir til ára sinna og svona strengir bara eins og margt annað náttúrulega endist ekki að eilífu þannig að það fer að koma að endurnýjun þar. En þetta allir myndi skipta miklu máli og þetta myndi opna á stór aukin viðskipti til að mynda við Bandaríkin. Því að samhliða forsenda þess að einhver stórfyrirtæki komi hingað og setja upp starfsemi eru að innviðinni séu til staðar. Og ef við reynum bara að setja þetta í samhengi að hátækni gagnaver, gervigreinda starfsemi sem að notar 50 megavött af raforku. 50 megavött eru svona hvað ég held að heildarkerfið sé svona 2500 í uppsettu afli. Þannig að þetta eru ekkit stór hluti af raforkukerfin okkar. En 50 megavött þýðir tæknibúnaður fyrir 1,6 til 1,8 miljard bandaríkjadala. Þannig að þetta eru gríðarlega fjárhæðir. Og þetta myndi skipta miklu meira máli í viðræðum við bandarísk stjórnvöld varandi tolla heldur við nautasteikunar. Svo dæmi séu tekin. Þú ert að segja að þessu hafi verið flaggað við bandarísk stjórnvöld. Já, ég held að ég ætla alltaf að vona að íslensk stjórnvöld haldi þessu möguleika opnum í samtönnum sínum og ég hef reynda fulla trú á því því að ég hef mikla trú á ég veit að íslensk stjórnvöld taka þessu mjög alvarlega þessum viðræðum og þetta sannarlega stórt
gæti við orðið mjög stórt púsli í þessari mynd til viðbótar og örgulega við ýmislegt annað sem væri hægt að gera til þess að efla viðskipti á milli landana en þú veist, það eitt en stóra málið þetta bara að svo starfsemi sem að þessu leiðir umsvif og bara það að vera þáttakandi í þessari byltingu. Hörður gerurgreind nei að já? Já, hann Þú vilt ekki útiloka það? Ég vil ekki útiloka það líklega sé framtíðin Nei, þetta er dauða færi sem hann að tala með það Já, maður óttast að þetta muni útrýma störfum okkar blaðamanna og podcastar líka sko. Já, förum hlutabréfamarkaðinn. Já, við getum gert það, en sko Sorry? að því við erum að ræða þessa gríðarlegu fjárfestingu sem fylgir aðfangakaupum í gagnaver og mér langaði árum fyrir kannski í hlutabréfamarkaðinn að ræða við ykkur sterkt gengi krónunar við erum þetta að sjá sögulegar hæðir hérna einhvern skilningi. Hörður, hvað veldur? Við erum bara við þurfum að búa til svo mikið gjaldeyri þetta lúxusvandi við erum þetta ekki vanist þessu eða hort lengra svona heldur en 10 aftur í tíman Siggi að tala hérna einn ánga þess, það að segja að hann uppbygging gagnavisiðnar sem býr til 10 milljarðar, líklega 40-50 milljarðar ára í útlánstekjur eins og staðan núna gengi krónuna þetta hefur styrst mjög mikið upp á síðkastið sérstaklega þetta gagnvart Bandaríkjadal raun og verið svo allar aðra myndir og hækka gagnvart Bandaríkjadal vegna þess að hann hefur veikst og það sem þetta í þetta raungengið það að segja gengi krónuna sem gagnvart öðrum myndum sem búið að leiða þetta fyrir launum og verðlagi hérna heima það hefur aldrei verið hærra heldur en akkurat núna með öðrum orðum Íslendingar hafa aldrei haft meiri kaupmátt heldur en núna þegar þeir eru að ferðast til tenni eða einhverja annara borga í Evrópu eða Bandaríkjunum. Það þetta jákvætt fyrir okkur neytendur en leið það mikil áskorun fyrir útflutningsfyrirtæki vegna þess að þetta skerðir samkeppnishæfnina. Af hverju þetta hækka? Við höfum þetta séð að ferðaþjónustan hefur gengið mun betur þessu ári heldur en voru svona áhyggjur af kannski byrjun ársins, sérstaklega í sumar. Þetta held ég að þeir sem stýri för þar og fórsuminni ferðarþjónustan hafa áhyggjur af komandi missurum og annað hvernig það mun þróast, en það má einhver litið segja að ferðaþjónustan sé svona fórnarlamb sinnar eigin velgengni af því að þetta gríðarlega háa gengi, raungengi krónunar geti komið í bakið þeim og minkað svona áhuga ferðamanna að koma til landsins. Síðan þetta erum við bara með svo margar sterkar stóðir sem var ekki fyrir 10-15 árum síðan sem veldur því að við getum verið með svona hátt gengi. Þú veist, Siggi búin að fara hérna yfir hugverkaðina en það sem við séð útflutningstekjur og hugverkaðina yfir 300 milljarðar í fyrra. Já, búið tvöfaldast á 5-6 árum eða? Já, þrefaldast held ég á 5 árum. Já, og við erum með öflugan áliðina sem þetta var svona kannski sögur og sé sterkur, sjárótturinn sterkur ennþá og verður áfram þrátt fyrir að ríkisstjórnin sé að höggva aðeins í greinina, þá mun það ekki breytast held ég og síðan að spretta upp nýjar greinar. Hugverkaðina mun örugglega vaksa og dafna áfram. Við erum með landeldið sem bara byrjunastigi. Við erum með líftækni fyrirtæki sem að fara að spretta upp hérna vonandi og eru byrjuð að búið til fulla tekjum. Þannig að það gengur bara mjög vel í útlandsgreinum Íslands og eins og staðinni núna þá er bara cirka jafnvægi á viðskipta jöfnuð Íslands við útland. Þannig að það bara skilur sér í mjög háu gengi krónunar og ég ekkert endilega að sjá það að gengi sé að fara eitthvað að veikjast svo einhverju nemi á næstinu sko. Nei, Sigur? Já, sko, það náttúrulega spurning hvort að sko, þetta tekur undir allt sem maður hörðu var að segja. Ég meni, þetta náttúrulega hárrétt að stoðir útflutnings hafa styrkst mjög síðustu árin og raunar bara meira og minna það sem af þessari öld.
Ekki síst núna bara á síðustu árum og ef við horfum einhver ára aftur í tíman og þá raungengi hefur verið sterkt meir og minna síðan 2018 ef við tökum COVID frá. COVID náttúrulega þau ár voru náttúrulega mjög óvinnuleg vegna þess að við sáum, það hafði náttúrulega mjög mikil áhrif á ferðarþjónustuna, eðli mál samkvæmt. En ef við tökum það til hliðar þá veltir maður því fyrir sér hvort að svona jafnvægið hafi aðeins breyst og þannig að sem sagt, hærra raungengi sé þá meira jafnvægi heldur en var áður, bara út af þessum breytingum. Hitt sem að áhugavert sem að tengist líka gervigrindinni að það verið að flytja inn tæknibúnað núna og ég minna á síðustu 12 mánuðum gæti virði hans verið kannski 100 milljarðar svona þeirri stærðagráðu. Þetta búnaður sem að hefur ekki áhrif á flæðið og gjaldeyrismarkaði. Það fer ekki þar í gegn. Hann keyptur erlendis fyrir dollara eða mynt, sem sagt, og er svo fluttur inn til landsins og skapar þá verðmæti. Þannig að ef, sem sagt, viðskiptajöfnuðurinn, ef við myndum skoða hann á greiðslugrunni út frá flæði, að þá myndum við sjá allt aðrar tölur heldur en reiknuðustærðina sem að við sjáum í opinberu tölunum. Við sjáum halla en það væri nær því að vera jafnvægi, svo hörðu kom inn á. Þannig að þetta kannski bara nýja viðmiðið, eins og ef ég að skilja ykkur rétt. Ég minnir að það verið 2013 fyrir 2014 þar sem var til viðskipta afgangur við útlönd hjá Íslandi og hann var samfelldur næstu árin fram að COVID og svo kom aftur viðskipta afgangur og eins og Siggi útskýra þá í raunum að halda það fram að það sé mögulega jafnvægi og mögulega afgangur ennþá í dag. Þannig að staðan bara gríðilega sterk, þú veist, ef við horfum, ég held að útflutningstekjur Íslands fyrir svona áður en að ferðaþjónustan varð öflug og voru heildar útflutningstekjur Íslands cirka 1000 milljarðar. Í dag eru heildar útflutningstekjur Íslands eða yfir 2000 milljarðar. Já. Þetta alveg gríðarleg umskipti sem hafa orðið á bara stöðu þjóðarbúsins hvað þetta varðar. Og hann og að því ef þú mínir út þessi COVID-ár þá er raungengi í dag hort 10 ár tilbaka í raun og veru bara 7% hærra. Þannig að við heyrum og ég hef alveg maður skilning á því að það eru svona vaxandi áhyggjur af því og maður alveg tekur undir það sumpart að þetta muni enda illa að vera með svona hátt raungengi og það þrengi meira og meira að útflutningsgreinunum. Við sjáum jafnvel forstjóra Icelandair nefna það sérstaklega uppgjörstyrkingu sumar að því þetta að snerta rekstur slíks fyrirtækis mjög mikið með tekjuna sínar sérstaklega í bandaríkjadollar að stórum hluta en kostnaðin í krónum og það er mjög erfitt að reka íslensk flugfélag og dýrasta vinnumarkaði heimi þegar raungengi svona hátt og önnur fyrirtæki í útflutningsgreinunum eins og sum sjávarútvegsfyrirtæki geti sagt slíkt það sama en ég held að ég sé ekki fyrir mig eitthvað kollsteypu þarna heldur meira sem við að sjá fyrir okkur að þær greinar rétt að segja þau fyrirtæki í tilteknum greinum sem munu eiga erfitt vik að keppa í alþjóðlegri samkeppni þarna að þau munu, þú veist, fyrstulega bara reyna að aðlaga sig og hagræða eitthvað neginn eða þeim bara rutt í burtu. Og ég held að þarna sé þetta fyrst og fremst að tala ferðaþjónustuna, hún þetta komið til að vera öflug grein og svona kannski á byrjunarstigi í því að ná fram hagræðingu og búið til stærri einingar og annað vegna þess að minni og meðalstór fyrirtæki ferðaþjónustu munu eiga erfitt vik þegar raungengið svona hátt og líklega komið til að vera. Við meðlega bara fórnalamb eigin velgengni ef ég skilur það rétt. Má ég að segja það? Nei, ekki? Smá. Svolítið þannig, já. En við skulum færa okkur yfir í hlutabréfamarkaðinn. Ekki hlusta á sem við segjum. Nei. Nema að þið viljið sjórta kannski. Já, við
Í auðlýsingun með alveg gera það. Við erum komin að kalda hérna. Já. Og suma kaldi. Já, hörður rópnætt, kalda læt. Já, ánægð með strákana. Þeir eru í takt hérna. Íslensku bjórbruggar eftir tékkneskri hefð, ógerilsnuddur. Ég hvet alla til þess að taka þetta í mynd. Já, þeir eru líka glæsilegir. Sögulega fallegt moment hérna. Ég táraðist. Engi viðbættu sigur og án rotvarnarefna. Þetta er auðvitað, já, þetta er minn uppáhaldsbjór og sérstaklega 0,0%. En svo eru þetta kaldir læt. Hann er allan ársins hring. Já, ég fór í, já ekki segja þetta, ég fór í mjólkurbúðin á þann. Já. Ég var short og þarna, það var ennþá til smá sumarkaldi. Það var svo. Já. Það eru þetta fagnaðarefni, en svo er hitt að við erum að fara í hlutabréfamarkaðinn sem að er, ef að segja þungur og seigur, þá eru pítsurnar frá Neo og léttar og crispy. Já, ég hef oft hitt hörðu að Harna Gallery alltaf með Neo pítsu. Já, ég er ekki hissa á því að það smekk maður. Og kalda. Já, svo beinti komið gott. Þú kannst alltaf tala eins og þetta. Já, þokkjum alltaf. Ég man ekki hvað ég sagði. Já, mjög gott. Já. Bara rétt til að slúta Neo 25% afsláttur með kóðunum CAD25 Já, sem er auðvitað í þessu árferði með svona stertur umgengi. já, ríkarlega gott. Það verður ekki annað sagt. En ef við komum aðeins í hlutabréfamarkaðinn, hörður, okkur er markaðurinn svona lélur, heilt yfir? Háir vextir. Það er stuttasvarið. Já. Þú góðst með breaking news á innherja í dag, stóðir að þetta inn? Já, þeir hafa svona, voru búin að gefa Já, til finna fyrir árinu, þeir voru að byrja að skoða mögulega skráningu, en núna er þetta svona komið lengra á veg og hann eru ætla mögulega, þið vitið eins og þegar kemur svona skráningum, það þarf alltaf að vera allir heimsins fyrirvarar áður en menn kýla á þetta. Já. Rétt að markaðastöður, en þú þarf að vera klár með allt, lítið á play og þar eru þeir stjórnendur stóða og ráðgjaðir að horfa til þess að mögulega fara á markað í nóvember og sækja sér 10-15 milljarða í þessum svona, frekar eins og orðar réttilega þungu markaðsæðstæðum og þá er þetta óbreyttu bara eina nýskráningin þessu ári sem er ekki það sem svona voru vonur og væntingar í byrjun ásins. Ég man eftir til að mynda fórstjóri Kauphallarinnar hafði væntingur það síðastliðin áramót að sjá 3, mögulega 5 nýskráningar af því hefur ekki orðið og þú veist ástæðan fyrir því þetta er svo að Ekki tala um bláa lónið? jú, það var kannski ólítlu þessu ári en þeir eru svona orða til næsta ás. Það voru einhver fyrirtæki nefnd, Arctic Adventures og Kóri Farmamanni eftir og Firstwater var einhvern veginn með tímaramma að skoða skráningu og lók þessa, svo það er búið að færa það aftur 1 ár. Og ástæðan er eins og allir þekkja að þú veist að vexti Seðlabankans er að fara miklu hægar niður heldur en vonir stóðu til í byrjun ársins, verðbólgan er 3-látari og það er mjög áhættu lítið og auðvelt þá leið að geyma sparnaðinn sinn og fjármennina sína og til að mynda tæplega 7% innlánsvöxtum hjá auði í kviku eða öðrum innlánseignum í bönkunum sem bjóða flesti hverjir mjög góðan vexti með að verðbólgan er eða undir 4% og hann raunvaxtastig er náttúrulega bara mjög hátt og hann svo þetta eins og sem gefur nefna með tollastriði það er bara mikil alþjóðleg óvissa og það er að snerta sumfélög og kaupillinu meira en önnur þannig að þetta er bara búið að vera þegar maður nú skrifa og fylgst með þessu lengi ég man ekki eftir svona löngu samfelldu tímabil sem búið að vera núna í liðlega 3 ár það sem bara verið bara dauð og djöfull á markaðunum heilt yfir. Auðvitað hefur sumum félum alveg gengið vel og gengið hlutabréfinu að hækka. Þú veist, Kvikar eitt dæmi og bankanir og fjármálafyrirtækin heilt yfir gengið vel. Argæslufélag gengið vel. Og það er ekkert launungamál að eitt félag á markaði hefur alveg sumpart verið millusteytum háls markaðarins. Það er Alvotech. Þú veist, það er félag sem þú veist, ég held að það sé mjög öflugt félag og eigi spennandi framtíð ég vændum sko að hann byrjaði að búa til tekjur og jafnvel komið ekstra hagnað en
það er ljóst að væntingar fjárfesta til þess fyrirtækis hafa ekki gengið eftir og það er mjög mikið fjármagn hérna innanlands sem búið að fara í að kaupa í því félagi og þetta er þetta gríðlega stórt fyrirtæki og það hefur haft alveg áhrif á markaðinn svona í heilsinni að það hafi svona ekki að það hafi ekki þannig hlutabrjaverð þess fyrirtækis hafi ekki komist svona í þær hæðir sem vonast að vera eftir. Já, klárt og náttúrulega alveg þetta félagi í kaupöldinu að sjálfsögðu lítar að markaðin en allir heimsins fyrirvara engin fjármálaráðgjöf en sko ég ætla frekar að spyrja hörðu þetta en það hlýtur að fara að vera afsláttur eða ég meina samband þú tala á honum verðmöð frá greiningaraðalum og annað ég meina mörg félög verulega undirverðlu með það sem hefur séð allavega og lesið. Já, það er nú bara saga hlutabrjamarkaðar hvað sem hér heima eða erlendis að félög geta verið mjög lengi undirverðlög áður en að þú veist að gengi fyrir það slóði sem undarlega getur ekstra segja til sko. Þannig að það er líka það sem gerir hlutabrjamarkað svo skemmtilega sko. Og jú, þú veist, það er alveg rétt það eru meira að minna, ég segi ekki öll en stór hluti félaga á markaði samkvæmt flestum greiðendum undirverðlög og þú veist, á einhverjum tímapunktum það leiðréttast en ég held að stóra breytan þar sé eftir sem áður hvernig vaxtastigið þróast og við munum alveg, þú veist, það varð alveg svona kippur upp á við í lok síðasta árs þegar að vaxtalækkunarferlið hófst í Seðlabankanum og svona aðeins í aðdraganda þess og það voru líka væntingar að það hefði svona tekist að semja skapli á vinnumarkaði og launahækkana þar myndi ekki verða jafn miklu eins og raun hefur sín orðið og ég man alveg eftir því bara samtölu við alla á markaði í kringu síðustu áramót að þá voru væntingar gríðarlega miklar hækkanir á gengi flestra félaga þessu ári. Það var bara, þú veist, þú hefði getið bara þetta væri bara eins og að taka pílu og kasta píluspjald og alveg saman hvað myndur hitta hvaða félag myndi hitta, það er upp 20-30% lágmarki. Það hefur ekki orðið. Ný. Svo það hafa verið rosalega sveiflur á mörkuðum erlendis út af bara breytum takti alþjóðavæðingar. Það sem að staða alþjóðaviðskipta hefur verið bara gjörbreyst á nokkrum mánuðum. Með tollum og verndaráðstöfunum og af ýmsu tagi og það hefur auðvitað haft mikil áhrif hér vegna þess að íslenski markaðurinn rosalega viðkvæmur fyrir því sem að gerast annars staðar. Og óvissa hans helsti óvinnur líklega. Já, og sveiflur. Meira en í mörgum öðrum löndum sko. Já. Þannig að þú veist, og það eiginlega alltaf niður á við hérna, eða við höfum séð það síðustu árin. Þegar erlendumarkaðirnir lækka, þá lækkar íslenski markaðurinn jafnvel meira. Þegar erlendumarkaðirnir hækka, að þá hækkar íslenski markaðurinn ekki af mikið. Já, það er eitt sem ég langar að spyrja við erum með Fabrizio Romano og Stjórnur Blaðamann fyrst ætla ég bara að plugga innherja.is allir að fá sér áskrift þar, kostar ekki neitt og með fyrirtæki átt að vinna þar hann með frábær kjör og magna áskrift ekki sérstaklega og segist á hlusta á þennan þátt Clay, þú búin að skrifa dálítið þá þeir eru búin að vera mikið í fréttunum núna hvernig líst þér bara á Blikuna? Hvernig líst mér á Blikuna? Mér hefði ekki líktist vel á Blikuna ef þeim hefði mikið tekist að sækja sér tæplega 3 milljarða í síðasta mánuði. Þannig að það blasir svo við öllum sem höfðu bara skoða áslutareikninga félagsins. Þeir áttu ríflega 3 milljónir dollara í svona raunverulega lausu fjö mitt þetta ár. Þannig að það er svo sem engin tíðindi að það hefur gengið bara mjög erfiðlega hjá Play allt frá stofnun félagsins. Og áætlanir sem voru lagður upp með hafa ekki gengið eftir og það er búið að sækja núna í heildina held ég cirka 20 milljarða frá innlendu fjárfestum frá því að félagið var sett að fót sumarið 21 en núna sjáum við að það verið að taka bara beygju með félagið það er ekki langt síðan ég held að þurfi ekki að fara lengra svona 18 mánuði aftur í tíman þannig sem félagið var að boða að stækka flugflótan sinn upp í mögulega innan tíð og tíma upp í 18-20 vélar og félagið þetta ætlaði að vera rétt eins og viðskiptamódel Icelandair gengur út á að vera með svokallað hub and spoke kerfi að fljúga yfir Atlantshafið. Það gekk ekki eftir, alls konar ástæður þar að baki, þetta var
gríðalega mikil samkeppni í flugi yfir hafið, meiri heldur en bæði Play og Icelandair byggust við. Það þýðir að lítil flugfélög eins og bæði Play og Icelandair þurfa bara að fylgja þeim verðum sem eru setta þar á stóru leikendunum. Það er valdið því að þessi leggur, allan í tilfelli Play, hefur verið rekið með gríðalega miklu tapi, þess vegna hefur verið að slaufa því, útvista meiri hluta af þeim vélum sem eru í flotanum, 6 af 10 í leiguverkefni sem býr til svona fyrirsjáanlega tekjur og fyrirsjáanlega jákvæðan rekstrarhagnað af þeim verkefnum og í rauninu við bara operatorar 4 vélar í einhverja sólar áfangastaði sem hafa gengið vel og á sama tíma verið að færa flugvistarleiðið úr landi til Möltu, augljóslega verið að reyna að skera niður starfsfólk sem er að vinna hérna heima á Íslandi á Play eins mikið og hægt er. Ég heldur mitt þetta ár hafi verið ríflega 500 manns sem voru að vinna á Play, líklega stærstu hluta íslenski starfsmenn. Þeir eru konum með dótturfélagi Litáin og eru konum með félagin í Möltu sem á að vera svona þunga miðangreinilega í starfseminni þeirra. Þannig að við sjáum hvað setur, það er allavega komið þetta fjármagn sem var fyrst og fremst að núverundur hlutum en eins líka svona sérhæðum lánasjóði hjá Ísafold Capital Partners sem eru nú bara svona menn sem hafa það atvinnu að taka þessir erfið verkefni þegar að fyrirtæki komin svona erfiðan stað. Þannig að þetta fjármagnu þetta Play ekkert að fara á hausinn næstu mánuði. Nei, bókið ykkur með það? Já, allan hefur búin að hluthafa og þessi lánasjóði sem nefndi var ekki að setja fyrir 1 mánuði síðan tæplega 3 milljarða þegar ég held að félagi fara á hausinn eftir nokkra mánuði. En aftur sem nefndi að þetta er gjörbreytt félagi sem var lagt upp með og verður þetta svona afskaplega lítið félag í einhverjum samanburði við Icelandair og þetta er ekki að fara að veita Icelandair neina þá samkeppni sem var þetta upphaflega lagt upp með. Og tala nú ekki í kaupöllinu, fréttum daginn á viðskiptablaðinu, viðskipti með 0,6% hlut í Play og það var eitthvað 300 skall eða eitthvað. Þetta það var eitthvað 60 milljónir. Já, markaðsverð Icelandair, Play held ég sé 800 milljónir. Já. Þannig að ef þú vilt eignast 10% hluti í Play þá kostar það 80 milljónir. Já. Sleppti bara eitthvað íbúð. Já. Nei, bara vonandi gengur það, ég held að það sé bara mikilvægt okkur. Mikilvægt í þessum ánga samkeppna flugmarka, þessi samkeppni þarna í þessum sólar áfangastöðum. Þetta bara flugi gengur brösulega bæði hjá Play og þetta Icelandair líka. Já. Alltaf þessi staða, þetta fjárhagslega sterkt fyrirtæki og reksturinn þar, þetta hefur gengið mjög illa og þetta tengist því sem við ræða á hann, háur raungengi og hann er líka bara öðrum þáttum. Já. Algjörlega. Við hverjum þá hlutabréfamarkaðin kannski eitt sem við langar að spyrja Sigga sko, af því hann getur tjáð sig þetta. Gjörðu svo vel. Lífeyrissjóðnir, eru þeir, tölum aðeins þetta að Hörður og Ólafur komum til okkar fyrir hvar ár síðan, eru þeir orðnir og fyrirferðar miklir í kaupöldinni? Eiga nærist í öll félagin? Sko þeir eiga náttúrulega sæmilega stóran hluta af öllum félögum, það er alveg rétt, en sko ef við horfum á þetta svona út frá hinni hliðinni, ég er ekkert endilega vissum að við erum ánægð að sjá þá eiga minna af skráðum bréfum á markaðnum. Þú veist, það er eiginlega, svona hinn hliðin á málunu, sko. Sammála því, Hörður? Já, þú veist, það er alltaf vinsælt að berja á lífeyrissjóðunum, bæði það gengur vel og illa á hlutabréfamarkaði, þegar gengur illa eins og hefur verið undanfarin ár þá er verið að berja þann fyrir að vera og lítið virkir á markaði og sinni ekki hlutabréfamarkaðnum og þegar það gengur vel þá er enginn að pæla í þeim og helst bara þú veist vilja þeir myndu svona fara að draga svo út og vera ekki of afskiptasamir í stjórnum fyrirtækinu og annað og svo fara með sko en ég held að það sé bara ágætt að muna að þú veist af hverju eru lífeyrissjóðunir svona fyrirmiklir þú veist það gerir þetta ástæðan fyrir því að þetta er bara uppbygging lífeyrissparnaðar í Íslandi. Við höfum ákveðið að ef við teljum með séreignarsparnaðinn sem meirihluti fólks er með að ríflega 20% af öllum sparnaði
fólks rennur til lífeyrissjóðana. Það hefur búið til mjög öfluga lífeyrissjóði sem betur fer, líklegt öflugsta lífeyrissjóðakerfi í heiminum, en einhvers staðar þurfa þeir að ráðsta þessum 8.000 milljörðum sem eru með og af þessum 8.000 milljörðum held ég að séu bara cirka 15% sem fer í innlend hlutabrif og hefur haldið svona, þú veist, cirka svipað undanferðin ár, en vegna þess hvað íslenski hlutabrifamarkaðin er ennþá lítill, fá félög, þá þetta fer mikið fyrir og þeir eiga alla jafna svona cirka 40% hlut í skráðum félögum á Íslandi og það mætti í staðan fyrir að berja á lífeyrissjóðunum, þá myndi ég nú frekar vilja berja á stjórnvöldum í því að reyna að grípa til eitthvað aðgera í að lyfta upp, þú veist, annars konar sparnaðar formi heldur en bara því að fólk beinir sparnaðar sem til lífeyrissjóðana. Þetta hefur verið, ég manni hvort ég og Óli rættum hennar síðast, en ég svo sem oft nefnt þetta á öðru vettvangi og það voru byrjað að gera tilraun til þess hjá fráfarandi ríkisstjórn, hjá Bjarna Ben og Þórdís Kolbrún fylgdi þessu nú hlaðið og ég sá ekki betur en að Sigur Ingi ætla að gera slíkt sama. Það var það að gefa fólki meira frjálsaði hvernig það ráðstafa sínum sérnarsparnaði í staðan fyrir að það fari bara í eitthvað sérnarsparnaðarleiðir hjá lífeyrissjóðunum. Það getur bara að setja í einhverja hlutabréfasjóði eða verðbréfasjóði hjá hvað sem að sé Kviku eða Arion eða Íslandssjóðum eitthvað slíkt. Sérhæðarleiðir, sérhæðarleiðir. Fólk hafa svona aðeins meira þetta að segja. Og það leiður þetta bara lyftir upp þessum verðbréfasjóðum sem eru satt að segja því miður mjög máttlitlir á markaði. Það hafa verið útflæðið sem sjóðum, eignir þeirra eru minni heldur en oftast áður, þannig að þeir eru ekki droslega áhrifamiklir á markaði. Og ég nefni þetta vegna þess að til þess að vera með öflugan hlutabréfamarkað og vera með, þú veist, skilvirkni, það sem, þú veist, og skoðan að skipta á markað, þá þarf það að vera með marga ólíka fjárfestar sem eru öflugir. Í dag ertu með aftur þess að segja lífeyrissjóði sem eiga næstu í helmingin öllum hlutabréfunum, svo ertu með einhver einkafjárfesta, þú veist, sem mættu vera stærri en eru öflugur í sumum fyrirtækjum. Þá er ég að meina svona stór fjárfestingafélög, efnaðir einstaklinga. Þú ert með verðbréfasjóði sem eru mjög litlir og máttlitlir. Þú ert með sára lítið erlendu fjárfestum. Svo ertu með spákaupmenn, gíraða fjárfestar, sem þetta eru einhver leita markan, menn þeir eru ekki stórir og sérstaklega ekki við þessu aðstæði sem hafa verið upp á síðkastið. Það sem margir þeirra að farið illa út úr sínum veðmálum og svo ertu með almenning. Og þú veist, þótt að almenningur hafi komið sem betur fyrir einhverju mæli inn á markaðinn frá með svona útboð á Íslandi eru haustið 2020, síðan í Íslandsbanka frumútboðinu árið eftir síldavinnslunni og núna aftur síðan í Íslandsbanka útboðinu í maímánuði, þá er þetta ekki nægilega mikið. Þú veist, það eru kannski 45.000 kennitölur á markaðnum. Og 6.000 búin að selja strax í Íslandsbanka? Já, það er kannski komin í 40.000. Þú veist, áður en Ísland útboðið fór fram, hann að sumar 2020, þá voru 10 kennitölur. Ég var að ræða þetta við einhverjum daginn þar sem að velta fyrir okkur. Ég held að það sé ekki ólíklegt, það líka ekki fyrir opera tölur að það séu fleiri, það séu næstu, ég segi ekki fleiri, kannski mögulega næstu því jafnmargir Íslendingar sem eigi eitthvað í Bitcoin-tengdum eignum heldur eins og í skráðu íslensku hlutabréfum. Já. Ég get bara nefnt eitt fyrirtæki sem var svona öflust í því að vera svona vettvangur til þess að Íslendinga kaupa í Bitcoin sem þetta held í myntkaup. Já. Það eru 20.000 viðskiptavinir þar að baki. Þannig að þetta er þetta fyrir eitthvað óðurlegt og mér finnst stjórnvöld, þú veist, hafa sýnt algjört sinnulegs í því ég reyna að efla íslenska hlutabréfamarkað. Þetta á við bara undanferðin ár og ég sé því miður engi merki þess að þessi ríkisstjórn allan í svona fyrstu þingmál sem er að koma frá þeim. Þau til að mynda settu þetta frumvarp sem lá fyrir og komið í samanskátuna að auka valfrelsi fólks til þess að ráðstafa séreignarsparnaði sem bara niður í skúffu. Og það eru til alls konar leiðir til að efla til að mynda þáttöku almenns á hlutabréfamarkaði. Það augljóslega er utan eins og ég nefndi þetta með frjálsræði í ráðstöfun séreignarsparnaði, það er þetta búið einhverja skattaafslætti eins og við þekktum á sínum tíma og er bara
fyrirkomulega sem bara við líði í bara mjög mörgum löndum í kringum okkur, Bretland, Svíþjóð og svo lengi mætti telja. Og það væri hægt að gera óbein leið fyrir stjórnvöld væri til að mynda að fara að samþykkja tillögu þingmanna Sjálfstæðisflokks með að byrja söluferli á Landsbankanum. Já. Og af hverju nefni ég það? Vegna þess að með því að ef Landsbankin seldur samhliða skráningu á markað, segjum seldur 3 hlutur, hægur leikur, það myndi þetta fyrsta lagi myndi auka fá fleiri Íslendinga inn á markaðin eins og gerist Íslandsbanka sölunu í maí, en líka sem svona tæknileg hluti, það myndi bætast við annað stórt fyrirtæki á markað til viðbótur við eins og Alvotech og Marel og einhver liti bankana, og þetta skiptir alveg höfuð mál í því þeirri vinnu sem Kauphöllin hefur verið að gera undanfarin ár í að fá Ísland fært upp í svo kullum vísitölum. Já. Við höfum séð Ísland að færast upp í FTSE og MSCI, en markmiðið að komast ofar þar upp og eitt skilir til að komast þar upp með svona flokki ríkja sem við myndum helst til að bera eitthvað saman við, þá það þessi tiltekið fjöldi fyrirtæki sem markasvirði yfir, mér langar að segja yfir $2 milljörðar. Sagt hann ábyrðar. Hann ábyrðar og með því að færast upp í svona vísitölur, þá leið þurfa þessir erlendu vísitölusjóður sem vissulega inn í meira hluta íslenska fyrirtæki þá þurfa þeir að koma með ennþá meira fjármagn til að fjárfesta. Þannig að þetta bara svona eitt, það þarf að hugsa þetta í eitthvað svona stærra samhengi. Algjörlega, og svo má ekki gleyma því að þetta það að fá almenning til þess að fjárfesta í hlutabréfum snýst líka menningu, og við sjáum það allir í öðrum löndum, það sem að sko hlutabréf almennings meiri heldur en við þekkjum hér, að þá það vegna þess að menningin þannig bara marga áratugi aftur í tíman. Og fólk bara vant í það, elst upp í það að þetta bara eðlilegu hluti að setja sparnað í fjárfestingar en ekki bara inn á bankareikning. Eins og hörðunefni með séreignarsparnaðinn og auka valfrelsi þar, ég held að það myndi hjálpa mjög mikið til þarna. Að fólk gæti haft skoðanir á því hvernig til dæmis séreigninni var ráðstafað, og það myndi hjálpa til, en það má heldur ekki gleyma því að fjárfestingar, hvað sem það í hlutabréfum eða í skuldabréfum, að það snúast á endanum vöxt, hagvöxt, verðmætasköpun, störf, og það auðvitað það sem að stjórnvöld ætti að vera að hugsa í miklu meira mæli þarna í viðleitni til þess að breyta menningunni, setja upp hvata fyrir fólk til þess að fara að hugsa meira á þessu nótum. Klárt. Mér langar bara að spyrja það því að hörðu kom inn á þetta, við ætlum að tala um þetta, bara fínt að taka þetta núna. Fara með Landsbankann í Kauphöllina, selja hann, líst þér ekki bara ágætlega á þessi plön? Ég held að það væri bara snjallt að gera það. Já. Sem sagt að sko ríki getur verið meirihlutaeigandi en fleiri fjárfesta geta komið að bankanum. Og ég held að það væri líka að gagna því að hann yrði skráður. Já. Ekki smá krútlegt að samt að Sjálfstæðisflokkurinn kom með þetta eftir að vera ríkisstjórn í 380 ára eða eitthvað? Jú, við vitum hvernig það ríkisstjórnum voru samsett og eitthvað sem ekki stemning var fyrir því að taka þau sjónarmið voru það hefur svo sem verið það hefur verið Sér þetta gerast? Nei, ég meina þú veist, því miður hefur til að mynda eins og Kristrún sjálf látið hafa eftir sér að það sé ekki dagskrá þessar ríkisstjórnum að selja í Landsbankanum. Ótrúlega. Mér finnst það miður vegna þess að við sáum að í þessu fyrrnefnda útboði á Íslandsbankanum í maímánuð sem var klárað að selja 45% hlut nánast einvörðingu til hann almennar fjárfesta 31.000 kennitölur. Það þurfti enga fjárfesta lífeyrissjóð og erlenda fjárfesta að taka það. Þannig að þetta vísbending það hvað það hægur leikur. Jafnvel við þessar aðstæður sem hafa verið á mörkuðum undanfarið að taka skref og selja 20-30% hlut til að byrja með í Landsbankanum sem myndi skila ég myndi ekki ská að markasverð í Landsbankans sé svona 350 milljarðar. Þegar maður horfir á arðsemin sem bankinu skila og hvernig Íslandsbanki og Arion banki að treyta á markaði svona, og þeirra verðkennitölur,
þannig að bara þriðjungslutur þar getur skilað ríkinu yfir 100 milljörðum. Það myndi auðvitað, þú veist, hjálpa mikið til í því að bæta ríkisfjármálin. Það myndi hjálpa til við að minnka umsvif ríkissjóðs á lánsfjármarkaði eins og vorum að nefna hana í byrjun þáttarins og það getur þá leið hjálpa til við að ná niður vöxtum á markaði. Þannig að þetta spilar allt saman. Já, klart. Ekki spurning Góð og stöf. áður en við kveðum þennan lið þáttarins þá langar mér bara hamra á orðum sem að hörður rétt falla hérna á hann en það snýra því hvernig best að byggja upp sparnað og einlega auðvitað að leggja til einhverja summu mánaðarlega Já, rétt. gera það í sjóðum og akkur ekki hjá snillingunum í Íslandsjóðum. Já. Þeir hafa verið þessi 30 ár og hafa gert það vel. Það eru þetta okkar menn. Velkomnir í fjölskylduna. Já, velkomnir. Sko, mér langar að húsnæðismarkaðina aðeins og það eru þetta Orka náttúrunnar nýttu sjálfbæra orku og ábyrgan hátt. Já, taldu við hérna. Betri kjör á heimilissamagni og einfaldari heimalæðslu og sjálfbæri orkuframleiðslu og nánar þetta á on.is. Og í sérstakur hlaðvarpið sem við verðum með. Já, ON, já, á græna orku. Sko, ef við getum farað hans yfir það hversu illa okkur hefur tekist til á þessum blessaða fasteignamarkaði síðustu ár. Hörður nefndi þetta aðeins á hann, vinnumarkaðslíkani og svo er það þessi húsnæðisli. Já. Sko, við erum alltaf búin að tala mikið um þetta þættinum, það er allir að tala um þetta bara kaffistofum bæðarins. Sko, ef þú ættir að taka okkur í húsnæðismarkað 101, Sigurður, hvað hefur farið úrskeiðis og er það allt EIP að kenna? Sko, staðan er alltaf svo að landsmönnum fjölgar með tímanum. Það er bara staðrænt. Og öll þurfum við þakka yfir höfuðið. Þannig að það þarf stöðugt að byggja fleiri íbúðir. Og svo er það bara spurningum það hversu margar þarf að byggja og svona og það tekur tíma. Framkvæmdatími er kannski svona 2 ár. Svona jafnaði frá því að fyrsta skóflustunga tekin og þangað til að hægt er að flytja inn. En áður en að hægt er að hefja framkvæmdir er býsna langt ferli. Skriffinskan þá eða? Já, ferli skipulagsmála. Það þarf að fá leyfi og svo framvegist. Þannig að sko ferlið getur verið mjög langt og það er svona sætnóta þessu að þú veist stundum, eða þú veist, í þessu ástandi sem hefur verið undanfarin ár, þá er svona reglulega komið upp umræðum það hvort það sé ekki hægt að bara reisa einhverja gámabyggð eða fara stuttuleiðina, krókaleiðir að takmarkinu, en það er eiginlega aldrei umræðum það hvernig við getum stytt undirbúningstíman, skipulagsferlið, af því að þú veist, það er bara snýst skilvirka stjórnsýslu. Já. En staðan er náttúrulega bara svo að margra ára skeið þá voru einfallega byggðar og fáar íbúðir. Þannig að framleiðslugetan var lítil, hún dróst náttúrulega verulega saman eftir fjármálaáfallið og markaðurinn var lengi að taka við sér. Aðalega bara sko það að fólk færi að sko kaupa íbúður og koma sér inn á markaðinn sko. Þannig að þegar það fer að gerast þá þarf iðnaðurinn að taka hratt við sér og sveitarfélögin, vegna þess að sveitarfélögin ráða svo miklu það hvað er byggt, hvernig íbúðir, hvenar, af því að það er fara með skipulagsvaldið. Og þarna höfum við bara einfallega fallið á prófunu. Og vandamálið þarna er vegna þess að sveitarfélögin fara með skipulagsvaldið að ríkið hefur ekki miklar heimildir til þess að grípa inn í. Ríkið fylgist með hvernig gengur, við erum með húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem hefur staðið sér bara mjög vel í því að til dæmis hafa yfirsýn með markaðnum. En það vantar heimildir og við höfum kallað eftir því að ríkið taki meiri ábyrgð á málaflokknum og ef að vegna þess að sveitarfélögunum finnst öllum standa sér mjög vel þegar það kemur að uppbyggingu. Við þekkjum það. En ef að þeirra áform samanlagt duga ekki til þess að mæta þörfum samfélagsins, að þá er ekkert hægt að gera. Ríkið getur ekki gripið inn í. Þessu til dæmis þarf að breyta. Ef við horfum til dæmis á höfuðborgarsvæðið, sveitarfélögin komu sér saman svæðiskipulag.
2015 held ég að hafa verið staðfest en greiningarnar sem að lágu til grundvallar voru gerða kannski 2012. Það er fjallað þú veist, hvað fólki á höfuðborgarsvæðinu muni fjölga mikið í framtíðinni. Ertu að tala þá mörkin sem að... Já, nákvæmlega. Bara hvar, það má byggja þá innan ákveðina marka, sem er kalluð vaxtamörk. Já, vaxtamörk, já. Og það er ýmislegt fleira líka þessu tengt. Fjölgunin á höfuðborgarsvæðinu hefur verið langt umfram forsendunar. Já. En hins vegar hefur skipulagið ekkert verið endurskoðað. Nei. Af því að sveitarfélögin, og þá kannski öðru fremur Reykjavíkurborg, hefur ekki viljað að taka þetta til skoðunar og í rauninni hefur hvert og eitt sveitarfélag neitunarvald. Þau þurfa öll að vera sammála að breyta. Þannig að stuttasagan er þessi, það hefur ekki verið nóg byggt og sveitarfélögin stefna þeirra á áherslur í skipulagsmálum hafa valdið því að við erum í þessari stöðu. Síðan er náttúrulega hitt að lóðir og byggingaréttur hafa orðið tekjuöflunarleið sveitarfélaga í meira mæli og þau hafa fundið upp ýmis gjöld, innviðagjald. Ég held að eins og í Vogabyggðinni voru innheimt innviðagjald upp á marga milljarða. Ég man ekki hvort það voru 3, 4 eða 5 á sínum tíma. Þetta var svona á tímabilinu 2012 til kannski 15. Okay. Til þess að byggja upp leikskóla og skóla og svona. Ég held að það sé ekki ennþá komið. Nei. Og pálmatreyfindar, ég veit ekki hvort að þau komið nokkuð tímann. En þetta er bara staðan og það er verið að greiða milljarða á ári í gjöld. Já, hörðu, ég var að horfa á frétt kvöldfréttir Sýnar í kvöld og það var að tala sko að aftur, spura á þetta hlutabræðumarkaðin, það var vaxtastig, þú getur örugglega komið saman svarað þessari spurningu, en fasteignasalinn sagði sko selja fyrst eignina, kaupa svo, það eru kannski 7 eignir sem hanga saman í einni keðju og svo er komið þetta 35% af ráðstöfunartekjum fyrir utan þennan skort sem Sigur er að tala og þessa skriffin sko, er þetta ekki bara alveg dauðadæmt og við sjáum ekkert fyrir ljósið, það er ekkert ljósið þetta gangana eða hvað? Nei, eins og þú nefnir, eins og þessari frétt sem var að vísi sem búið að vera núna viðvarandi undanfanna mánuð og misseri þessi lánþegaskilyrði sem Seðlabankinn kynnti til leiks, hvað var ekki 2021 fyrst og þá var þetta mikil hiti á fasteignamarkað og hann vexti lágur og miklar verðhækkanir á þeim markaði og Seðlabankinn taldi þörf á því að koma með svona skilyrði til þess að kæla markaðinn og núna 4 ára seinna er þessi skilyrði ennþá við líði og eins og við þekkjum allir og sjáum í fréttum þá er þetta vaxandi þrýstingur á Seðlabankan og stjórnvöld að létta vegna þess að þetta er orðið svona bara flöskuháls í því að það sé hægt að eiga kaup og sölu með fasteignir hérna á markaðnum og Seðlabankin myndi vantilega að segja á móti og ég hef svona spurt Ásgeir Jónsson Seðlabankastræði síðast bara eftir vaxtaákvörðunarfundin núna í ágústmánuði að hann hvort að það kemur til greina að slaka þess á þessum reglum og það var ekki á honum að heyra að þessari stundu vegna að Seðlabankin segir á móti að hann sjái núna árangur hann sé hann á að kæla meðalans að þeim reglum auðvitað, bæði þessu háa vaxtastígi og þessum lánþæðaskilrum þetta að við sjáum bara komið 9 tölur í dag varandi hækkun íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu þar sem við sjáum raunlækkun á milli mánaða og ástakturinn í íbúðaverði á íbúðarhúsnaði hérna á höfuðborgarsvæðinu er núna rétt yfir 2% minnum mig á áskrundvelli en þú horfir aðeins svona kannski bara á þetta ár þá er hækkunin hún er ekki mikið meiri en 1% held ég áskrundvelli þannig að það er að kólna svaklega mikið en það sem þessi lánþegaskilyrði er að valda og Siggi getur farið betur og þekki betur en ég er að hann er þetta er að útiloka ákveðnar eignir sérstaklega hjá nýbyggingum sem seljast ekki það er að byggjast upp einhver leiti ég segi kannski lager tekið of sterkt til orða en svona eignir sem eru í dýrari kantinum og stærri nýbyggingar þær seljast ekki neitt
og maður svona skynjaði að Seðlabankinn sé að vonast eftir því að verktaknir sem eigi þessar eignir leiður rétt í verði eins og Seðlabankinn myndi orða með öðrum orðum að slái mjög mikið af til þess að fólk komist í gegnum greiðslumat til þess að kaupa slíkar eignir á grundvelli þess lánþegaskilyrða en allavega byggt á mínum samtölu við sem að verktaka þá segir að þú veist, þetta sé ekki raunhæfur kostur það þetta slá verðið af 10% til þess að fólk kemist í gegnum þetta að varandi þessa tilteknu eignir sem ég að nefna vegna þess að stóri vandinn bara þessi skilir sem eru uppi á hálfu Seðlabankans. Og svo náttúrulega þannig sko fyrir það fyrsta þá var nú Húsnæðis- og mannvirkjastofnun að birta leiðréttingu í dag. Það sem að kemur í ljós að það eru miklu fleiri nýjar eignir sem hafa selst heldur en áður var talið. Það? Vegna þess að þau tóku bara eignir, ný eign var eign sem var byggð á þessu ári. Já. En það gæti líka verið, svo eru náttúrulega aðra nýjar eignir sem voru byggðar í fyrra eða voru tilbúinir í fyrra. Það eru líka nýjar, það eru hengi búið í þeim. Þannig að sko, og skekkjan þarna 32%. Já, 32% fleiri nýjar íbúðir sem hafa selst heldur en áður hafi verið greint frá. Og þetta lagarinn miklu minni sem til. Já, þú veist, veltan miklu meiri. Já, veltan miklu meiri. Veltan miklu meiri. Þannig það nú eitt sko, en svo bara því að þessi umræða hefur verið uppi að verktakar ætti að lækka verðið, þá sjáum við það að sko fjármagnskostnaður er náttúrulega mjög hár sem veldur því að minna er byggt sko sveitafélögin hafa verið að hækka gjaldskrár. Reykjavíkurborg var til dæmis að hækka gatnagerðargjöld síðustu mánaðamót sem í sumum tilvikum að tvöfaldast. Náttúrulega laun hafa hækkað, aðföng hafa í einhverjum tilvikum hækkað. Það er skortur á framboði lóða. Þannig að, og svo náttúrulega sjáum við það líka að síðasta ríkisstjórn lækkaði endurgreiðslu á virðisaukaskatti vegna vinnumanna verkstað í því skyni að slá á þenslu. En það eina sem gerist var að það fækkaði íbúðum í byggingu. En það er einmitt rót vandans að fáar íbúður eru byggðar. Þannig að við erum komin í svona ákveðin vítahring, efnahagslegan vítahring. Og vandamálið það að sko, það getur vel verið að við séum í jafnvægi í dag og það er alveg rétt eins og Hörður nefndi, verðið á ársgrundvelli kannski hækkun 2%. En við auðvitað höfum væntingar það að verðbólgan fari niður, vextir fari niður, hagkerfið taki aftur við sér. Og hvað gerist þá? Þá fyrir fólk aftur að vilja að kaupa íbúður og geta komist inn á markaðin. Vegna þess að eftirspurnin, ef við sko hugsaum þetta kannski hagfræðilega, eftirspurnin hefur dvínað vegna þess að vextir eru háir og lánþegaskilyrðin hamla eða svona draga úr kælamarkaðin. Þörfin, hún byggist upp. Og ef við skoðum til þess mælikvarða eins og fjölda íbúa í hverju íbúð, að þá hefur sá mælikvarði stað í mörg ára á Íslandi og er talsvert fyrir ofan þau gildi sem við sjáum í nágrannalöndunum. En þar allstaðar í kringum okkur er trendi niður á við. Það eru færri sem búa í hver íbúð. Og þetta bendir til þess að það sé bara uppsöfnuð þörf eða eftirspurn sem að kæmi þá fram leið og vexti lækka. En þá bara því að það er búið að kæla byggingamarkaðin svo mikið, þá er ekki til þessar íbúðir sem að þarf. Þetta eru okkar áhyggjur. Já. Ég geti talað með þess að 20 klukkutíma sko. Við erum með þessi görur með vinnu sko. Með dagskrágerð. Já, við Taktu atvinnustefnuna, svo ætla ég að leiða það er rosalegt plögg sem það var að koma hérna eftir sko. Akkurat, það er nefnilega það. Við ætlum að halda þessu undir 2:30. Við erum vonandi ekki að blóðkresta strákana hérna því að safinn sem við erum að fá hérna djúsin. Starfsmenn innherja og samtaka innherja sem þetta seinti á morgun. Nei, já. En við ætlum að snerta á atvinnustefnunni. Já. Og það eru þetta Hard Rock sem eru með hana. Mikið verið talað strúpuna og hósel og aðra staði. Sko, hvað var að launsa í viðskiptalínu? Ég held að Hard Rock, það gæti verið falin perla. Hörðu glimt að nefna Hard Rock í upptalningunni sinni í komið gott. Já, ég þarf að tekka á Hard Rock. Það er í haldið á morgun. Já, þeir hafa verið á besta staði miðbænum síðan 2016 og auðvitað með World Burger Tour núna sem stendur yfir. Þar mæli ég sérstaklega með Barcelona og svo það
Sjöstrand eða Sjöstrand, tímalösa kaffivélar og lífræn kaffeilki. Þau eru Fairtrade vottuð, kolefnisjöfnu og niðurbrótanleg. Strákar, hafið þið smakkað Sjöstrand kaffið? Já, Þetta ekki ánægð með það bara sig ekki? bara mjög ánægð með það, jú, kom mjög vel út. Já, glæsilegt. Jó, það inni. Vota inni, já, það er ekki verra heldur. Kíkja á Viktor í Borgartunnu. En ríkisstjórnin boðar atvinnustefnun til 10 ára með áherslu á framleiðni og aukna verðmætasköpun, sko, ekki löngu tíma bært að stilla saman strengi með atvinnulífinu. Er þetta fagnaðarefni? Já, sko, við hjá samtökum iðnaðarins fögnum þessu mjög og við höfum raun að tala fyrir mótun atvinnustefnu í mörg ár. Við gáum út 2 skýrslur þetta málefni árið 2018, það sem að við annars vegar fjölluðum stöðuna og áskorunir og hins vegar leiðina fram á við, sem við horfðum langt fram í tíman. Bara við erum mjög ánægð að sjá þessar áherslur og ef við horfum aðeins á stöðuna þá er það þannig að ytri aðstæður eru að versna. Þú veist, viðskiptakjörin versna, það er aukið spennusti í heiminum. Þannig að við þessar aðstæður að þá er, og náttúrulega með hliðsjón af því, að við byggjum öll okkar lífskjör á því að hér séu framleidd verðmæti sem eru seld á erlenda markaði í formi vöru og þjónustu. Þannig að það er tvennt sem að ríkisstjórnin þarf þá að setja á oddinn við þessar aðstæður. Annars vegar er það hagsmunagæsla til þess að tryggja greiðan aðgang á mörkuðum fyrir okkar vörur og þjónustu. Hins vegar er það að setja samkeppnishæfni í algjöran forgang. Það hefum séð stjórnvöld í öðrum ríkjum gera og það þurfa stjórnvöld hér einnig að gera. Og að okkar mati eru þau að gera það með því að móta atvinnustefnu. Og eins og við sjáum þetta þá er atvinnustefna svona sko leið til þess bara markvissan hátt að efla samkeppnishæfni. Og við höfum hort til þess að sko til þess að efla samkeppnishæfni þá þurfum við að horfa til 4 til 5 þátta. Það þarf að horfa á mannauðsmál, þú veist, menntakerfið, greiða leið erlendra sérfræðingar líka til landsins til þess að mæta þörfum, til dæmis í hugverkaiðnaði eða öðrum greinum. Þú veist, innviðir þurfa að vera traustir og styðja við verðmætasköpun. Hvað sem það er, þú veist, flugvellir, hafnir, vegir, raforku innviðir og svo framvegis. Umgjörð nýsköpunar þarf að vera traust og það er gott þess eins og við rættum áðan að sjá jákvæða fréttir þar. Starfsumhverfi fyrirtækja þarf að vera stöðugt, skilvirkt og hagkvæmt. Þá erum við að tala regluverk, við erum að tala eftirlit, skatta, gjöld og fleira í þeim dúr. Og síðan það er náttúrulega raforku vegna þess að engin verðmæti til verða til án orku. Þannig að við auðvitað bindum vonið við það að atvinnustefna leiði til umbóta í þessum málaflokkum sem gerir öllum fyrirtækjum kleift að auka verðmætasköpun. Síðan náttúrulega eru þessir megin straumar í heiminum, þessir ytri þættir sem við höfum aðeins komið inn á, gervigrindakapphlaupið. Við sjáum aukið spennusti í heiminum sem að kallar á viðnámsþrótt og ég meina við sjáum þess merki til dæmis í Evrópu sem Evrópusambandið hefur lagt áherslu á þetta. Það er til dæmis komið mjög skýrt fram í Draghi-skýrslunni. Við sjáum þetta líka bara á vettvangi NATO, það sem við höfum aðild, það sem að í rauninni NATO-ríkin hafa sett sér markmið aukin framlög, bæði til innviða en líka til annarra varnarmála og svo framvegis. Þannig að sko að okkar mati er þetta mjög jákvæð tíðindi að ríkisstjórnin sé að horfa í þessar áttir og síðast en ekki síst er það vegna þess að þau tækifæri sem að eru til staðar allt í kringum okkur að þau þarf að sækja og það gerist ekki bara með athafnasömum einstaklingum og í gegnum atvinnulífið heldur þurfa stjórnvöld líka að greiða götu uppbyggingar. Ekki endilega með ívilnunum heldur líka bara með getur verið lagabreytingar í ýmsum toga vegna þess að nýjar grein, regluverkin alltaf tekur mið á þeim veruleika sem að er þegar reglunar og lögin eru sett. Síðan koma kannski nýja greinar þannig sem að kalla á breytt umhverfi. Þetta er líka skipulagsmál, leyfisveitingaferli og annað sem að snýra uppbyggingunni. Þannig að við bindum líka vonið við það að þetta gefi þá
kannski svona skýrari mynd af því í hvaða átt stjórnvöld vilja stefna. Þau hafa talað um aukna framleiðni og við fögnum því mjög að sjá það. Og auðvitað er það þannig eins og þau hafa sagt sjálf að hugmyndin er ekki að ryðja einhverjum úr vegi eða út af borðinu. Heldur kannski frekar að skapa möguleika fyrir ný tækifæri og sóknarfæri þar. Þannig að við höfum fagnað þessu mjög og ef við horfum í söguna að þá er það auðvitað þannig að 3 af 4 útflutningsstöðum á Íslandi byggja á atvinnustefnu stjórnvalda á sínum tíma. Það var ekki kallað atvinnustefna endilega í þeim tilvikum, en það er í fyrsta lagi orkusækin iðnaður. En stjórnvöld tóku ákvörðun að stofna Landsvirkjun, ráðast í uppbyggingu Búrfellsvirkjunar og á þeim tíma var álverið í Straumsvík, sú fjárfesting var sótt og síðan hefur orkusækin iðnaður þróast með tímanum og breikað. Þetta er atvinnustefna. Við sjáum þetta líka með hugverkaiðnað, skattakvatar vegna rannsókn og þróunar og önnur atriði þar, til dæmis að greiða leið erlendra sérfræðinga til landsins og ýmis önnur atriði sem að hafa gert það að verkum að hugverkaiðnaður hefur vaxið svo ört sem raun ber vitni. Og það er auðvitað þannig að það er ekki bara á síðustu 15 árum sem að það eru drífandi og hugvitsamir einstaklingar á Íslandi. Nei. Þeir hafa alltaf verið hér, en núna er komin jarðvegurinn miklu frjórri fyrir það, þannig að einstaklingar geta frekar komið hugmyndi sínum í framkvæmd. En síðast en ekki síst er að sjávarútvegur og stóra málið þar er kvótakerfið sem að gera það að verkum að við erum með sennilega bara öflugasta sjávarútveg í heimi. Já, klárt. Hörður, þú gefur líklega atvinnustefnunni 5-5 eða hvað? En ég ætla bara að rétt að segja, þú veist, þetta er svo frábærlega til þess að setja hlutin í samhengi. Já, 100%. Þetta er 3 af 4 mikilvægastu burðarstólpunum í íslensku atvinnulífi. Ég veist að þessi punktar sem Siggi nefnir lokin nefnilega frábæri. Ég held að fólk hugsi almennt ekki um þetta með þessum hætti. Sko. Þannig að eina atvinnugrein af þessum 4 sem lítum í dag sem er svona burðarstólpuna í útflutningstekjum Íslands, ferðaþjónustan, hún er svo eina sem var ekki til út einhverju atvinnustefnu. Hún bara varð til, spratt upp á sjálfstæðum út af óvinnulegum aðstæðum sem eru til hann eftir fjármála áfallið. En auðvitað má segja það líka að stjórnvöld hafa auðvitað komið þar inn í með markasetningu, uppbyggingu innviða og svona, en hún svona kannski, það var ekki svona eins ákvörðun eins og með hinagreinaðar. Nei, af því maður skynjar oft og ég er svo sem álasaka ekki því fólki sko, sérstaklega kannski frá fólki svona hægra megin í pólitíska litrófunu sem er með einhvern fyrirvara og telur einhvern stjórnvöld séu og það er kannski svona byggt á einhverjum úr pólitískri sögu okkur Íslendingar sem á ég að velja einhverja tiltekna atvinnugreinar sem ég að lyfta upp og oft gekk það ekki vel en ég sé ekkert eiginlega neikvætt við þetta útspil mér fannst þessi kynningu þessi fundur kynningar sem voru haldnar og fundur bara mjög flottur og hann skilaboð voru rétt, það er bara gaman að sjá ríkisstjórnina vera að stilla sér upp með atvinnulífinu, það er gaman að sjá ríkisstjórnina að tala um verðmætasköpun mér finnst aldrei tala nægilega mikið um það, þú veist það kann að hljóma sem einhverja klísjur en þú veist eins og Siggi fór hérna vel yfir þá er þetta bara grundvöllur af lífskjörum Íslendinga og verðmætasköpun verður ekki til bara úr engu þú veist það er að búa til réttu skilyrðin fyrir fyrirtæki til að vaxa og dafna og geta selt vörur og þjónustu erlendis þannig að vonandi mun koma eitthvað gott út úr þessu þú veist hann orður eitt og síðan efndir annað og þú veist, auðvitað kemst maður samt ekki hjá því bara svo maður sé leiðilega en að höggva samt að þessi ríkisstjórna vegna sem hún er að kynna þessi fögru fyrirheit nýja atvinnustefnu sem byggist á aukinni framleiðni og hún er nýbúin að höggva í þá atvinnugrein að mínu viti mjög heimskulega og sem mun að hafa slæmar afleiðingar það er að segja sjávarútveginn með því að hátt í 2-falda veiðigjöldum þá grein þetta er svo grein sem er Íslandsmeistari í því að bæta framleiðni af öllum atvinnugreinum í Íslandi undanfarin 10-15 ár til hvers, til þess að búa til nokkra auka milljarða til að byrja með í ríkissjóð þetta með smá saman fjara undan þeim
tekja auka í ríkissjóð þegar það er verið að veikja atvinnugreinina af því þú veist við munum allir og ennþá í dag sjáum við slíkar eitthvað svona hátíðaræður hjá stjórnmálamönnum það sem er verið að tala mikilvægt þess að búa til fyrirtæki sem eru að skaffa mikla framleiðni og úr því verið til einhver nýsköpun og annað og þú veist, þetta er sjávarútvegurinn. Það er ekki til neitt jafn gott dæmi á Íslandi atvinnugrein það sem tókst að búa til framleiðni. Það var til gríðarleg nýsköpun í kringum atvinnugreinina einhverju svona klasar sem voru til í kringum þetta. Og það er svona leiðilegt okkur hefur ekki lánast einhvern veginn að tala þessa grein, þú veist, bæði hálfu almennings en líka stjórnvalda að á þannig hátt sem hún á það skilið og þú veist að vera stolt af því að hún sé bara skari fram úr í raun og veru á heimsvísu. Það er ekki margar atvinnugreinar á Íslandi sem eru, þú veist, bestar í heimi eins og sjávarútvegurinn þannig að bara svona til þess að vera aðeins leiðilegur sko við þessa ríkisstjórn sko. Klart. Já, þetta er alveg rétt og annað sem að við tókum sérstaklega eftir á þessum fundi sem að ríkisstjórnin stóð fyrir varandi kynningu á atvinnustefnunni og við fögnuðum sérstaklega það voru ummæli forsætisráðherra þess efnis að tími stórframkvæmda væri runnin upp allt land og það er svolítið áhugavert að við fórum hringinn í kringur landið í fyrra vetur hittum landshlutasamtök sveitarstjórnarfólk og atvinnurekendur og voru svona aðeins að velta fyrir okkur tækifærum út allt land og leið áskorunum eða hindrunum og þá það sem að manni fannst svo áberandi er hversu mikill vilji er til fjárfestinga en hann verður ekki að verki vegna ýmissa aðstæðna sem margar hverjar eru heimatilbúnar hindranir fjármagnskostnaður er hár, það dregur úr uppbyggingu það vantar raforku á einhverjum stöðum eða það vantar heitt vatn flutningskerfi getur ekki flutt raforkuna þangað sem að áhugur á að nota hana ferli leyfisveitinga er flókið og skipulagsmálin taka svo langan tíma og svo framvegis þannig að ef það er einhvern veginn hægt að ryðja þessum hindrunum úr vegi þessum heimatilbúnu hindrunum sem að stjórnvöld eru dauðafæri að gera að þá verða þessi kraftar allt land virkjaðir í uppbyggingu og verðmætasköpun leið. Já, klárt. Mjög gott. Þannig að þetta var gott útspill og hrósum fyrir það sem vel gert. Vel gert Kristrún og þessi ríkisstjórn. En það er þarna hnýta aðeins já, þurfti aðeins. Það var lesi. Sko, það er reynda tilvíðlega þessi glæsilega herramenn séu þarna núna, en það er samt frábært tilvíðlega því að það er að fara í gang ráðstefna mánaðamótin, var ekki 30. september. Sko, ég er með texta hvað þetta er, en ég er að pæla að leyfa ykkur að, þú veist, þetta snýst að það eru 10 ár frá losun hafta og áðurinn kynni ráðstefnuna, þá væri ég mjög til í 101 hvað losun hafta þýddi bara fyrir okkur Íslendinga og hér erum við 10 ára síðar. Ég held að við hæfum að Siggi takki boltan til að byrja með að take it away, sko. Stóð nú aðeins í þessu verkefni. Já. Sko fjármagnshöft voru náttúrulega sett á hér á Íslandi af illri nauðsyn og það var alveg ljóst að við vorum að brjóta gegn EES-samningunum meðal annars og kannski öðrum skuldbindingum. Þannig að það var viðfangsefni stjórnvaldi lengri tíma að losa höftin en það var ekki mögulegt að gera það nema að fara í mikla ráðstafanir vegna þess að hér voru fastir fjármunir sem að erlendir aðilar áttu tilkall til fyrst og fremst stærstu leiti í gegnum þrotabú föllnubankana þannig að ef að fjármagnshöftin hefði bara verið losuð án nokkura ráðstafana að þá hefði krónan hrunið og það hefði haft náttúrulega verið neikvæð áhrif á lífskjör landsmanna
Þannig að það þurfti að finna einhverja leið til þess og leiðin í stuttum máli, við getum svona með einfaldari nálgun má segja að leiðin hafi falist í krónuhreinsun, gömlu föllnubankana. Kalla líklega á sér podcast, sko. Já, nákvæmlega. Og ef við setjum þetta í samhengi að sko, sem sagt, þessi 3 bankar sem fjallu, Landsbankinn, Kaupþing og Glitnir, samanlagt þetta annað eða 3. stærsta gjaldþrot heimssögunar. Shit, já. Og ég held að hvert og eitt slitabú hafi komist inn á topp 10 listan. Og það er einu minnsta hagkerfi heims. Já. Þannig að það var mikið í húfi en lausnin var farsæl og það, sko, ríkissjóður fékk mikil hvalreka við þetta sem að hefur nýst mjög vel síðan, meðal annars í það að styðja við samfélagið í gegnum COVID, styðja við samfélagið varandi náttúruhamfarir í Grindavík og svo mætti áfram telja. VR líka? Já, nákvæmlega. Og salan á Íslandsbanka til dæmis, hana má rekja til þessa vegna þess að eitt af því sem að gerist var að ríkissjóður eignaðist Íslandsbanka fullu sem að kröfuhafar áttu áður. Þannig að nú eru 10 ár liðin frá þessum atburðum og þetta er, eins og ég segi, þetta var stórt í íslensku samhengi en þetta var líka stórt í bara alþjóðlegu samhengi. Einmitt. Og hvað er að fara í gangkvæmdum mánaðamótin? Já, það verður að búa til ráðstefnu þriðjudaginn 30. september. Ok. Og það verður að svona ræs út, má ekki segja, svona stjórnunliði sem koma að þessu verkefni sem var þetta tröllvaxið og tók langa tíma. Svona áætlunin sem Siggi var að rekja hann í einföldu máli var fyrst kynnt, var ekki 9. júní 2015 og það er verið að fá mikið af svona þeim leikendum sem koma að því verkefni til að segja frá því hvernig að var staðið að þeirri áætlun, þú veist, það er þarna Siggi verið meðal annars og meðal annars þáverandi seðlabankastjóri og þáverandi forsætisráðherra og fleiri sem voru að vinna með til að mynda Sigga í framkvæmdahópi losun hafta, Benedikt Gíslason Reykur verður hann líka, Áskil Helgi Reykfjörð og Jón Sigurgesson sem starfaði þá í Seðlabankanum, Lilja Alfreðsdóttir og ég er að gleyma einhverjum en þannig að verða margir sem komið til leiks og hann og ekki síðast en ekki síst það var alltaf mjög mikil fengur af því að fá stjörnulögmannin Lý Búkvæð til landsins. Það er rosalegu prófíll, sko, þannig að er verið að hlusta að googlið þennan mann, þetta er hún getur kannski útskipt Lý Búkvæð er svona maður sem að hann þróaði þessi fræði bara á heimsísu og hann hefur sérhæft sig í því að vinna að endurskipulagningu fjárhags þjóðríkja og vinna að skuldaskilum og hefur unnið í öllum stærstu málum sem upp hafa komið síðustu 50 árin eða svo. Þriðjudagur 30. september, hvar skráum maður sig og hvar verður þetta? Kemur ekki ljós bara allar næstu Jú. Er það ekki bara að spenna beltin? Jú, það er bara þannig, nákvæmlega. Já, við mætum, þú verður ég ætla að mæta. Við látum því miður. You had me at Reykurinn, sko. Já, ég var þarna með Benna, ég byrjar að skoða möguleikana. En það kom með rittarspurningunum, ég blandi almenna spurningar. Já, sko ég verður endur aðeins skjóta rittarna núna. Þeir voru ansi, af því að þeir eru eitthvað nún litlir, af því að þeir eru svona fallbyssur hjá okkur. Allir að segja, ég ætla að vera nafnlaus. Herru, verið bara stórir, komið bara fram með nafni. Það er engin spurning, heimskuleg spurning. Nei. Kennarinn segði það alltaf um mig. Akkurat, saman að því. En það er í boði lengjunar, settu spenni leggin og tippa á lengjuappinu. Já. Ertu þú búin að setja KR eða? Já, ég setti á korrekt skor 7-0. Já. Nei, ég vil alltaf vera í bili, en Blix hafi líka verið í jarðsprengja. Þú hörðu þú út Skagamenn eða ekki? Jú. Já, þú veist hvernig ég náðu að snúða það. Herru, Skagamenn að koma rosalega kom? Já, þó fyrir hefði verið. Sjáum til. Það er alveg smá líflína, ég veit það ekki. Lárus er ekki bara hárið maður, hann er það samt. Hann er glæsum. Það er vestur í helgina, maður kannski skellir sér og já, wow.
Og svo það Subway, ég borðaði Subway í kvöldandinn áður ég kom Vel gert. og þær eru svo elskulegar þetta Ég veit sem voru það. afgræða mig. Já, já. Ég var ekki með máltíð dagsins. Nei, Það eru 3 afgræða allar í gýr og ég segi þetta satt. já. Og þetta var svona færum að vinna, þetta var mjög talandi sko, framleiðni og skilvirkni. Einmitt Allt upp á Subway, 10 já. þarna. Þannig að það voru mismunandi aðalega sem tóku þátt í mismunandi störfum við að Voru 3 gera starfsmenn að bátinn. gera þeim Já, bát? það komu allir, bara 6 hendur. Já. En þegar ég átti að greiða, þá rukkaði mér sem sagt að þetta gati ekki verið 2, 4, 9 og 9 fyrir gos, snakk og samloku, 12 tómur. En það engin... Ég sagði, nei, ég er þetta ekki með mál dagsins og hún, herðu, ekkert mál. Ég ætla bara samt að rukka þetta. Já, já. Bara þegar hún búin að segja það. Hata peningar. Borðfast. Já, ég elska góða þjónustu, það er annarkvort. En Eagle golfferðir, afsakið, þeir eru alltaf fyrstu spurninguna og hún er einföld. Hvernig hefur gengið í golfin í sumar, Siggi? Hefur eitthvað spilað golf? Ég spila minigolf með syni mínum. Þetta var að fótbolta áttur. Aðalega honum. Ég var í minigolf. Og gekk það ekki bara vel? eða? Svakalega vel. Hörður, segðu bara sem eitthvað eftir þetta. Nei, það er ekki meira að segja mínigolf. Þú meiri sem mættir ekki að þjóðmálagólmóti. Þú mættir eiginlega í pappaspjall. Í proxy. Það er ennþá menn svona sem ég þekki ekki að heilsa með í bæ og segast það er gaman að hitta mig á þjóðmálagólmóti og borgarnesi. Nei, meira þess að félagi minni þjóðmálagólmóti, þeir bjóða mér ekki í þessar golfferði þegar erlendi, sko. Nei, þetta er svo mikið fyllir og rugl, sko. Tómt rugl, Eagle golfferðir, en til Sigurðar. Eagle golf er ekki rugl. Nei, þær eru allt upp á 10. En nafnlaus riddari spyr, hvernig er UK starfseminn að keppa við breska banka á íslenskum fjármögnunarkjörum? Kviku. Já, ég meina... Góð spurning. Þetta er bara mjög góð spurning, en staðan er bara svo að markaðurinn í Bretlandi er bara mjög frábrugðin því sem við þekkjum á Íslandi. Já. Þannig að, og starfsemi Kviku í London, eða í Bretlandi, og lánastarfsemin, hún er bara á ákveðinni sillu, þar sem að bara bankin er mjög samkeppnishæfur. Já. Þannig að, en það kemur manni kannski aðeins á óvart ef maður fer að kynna sér betur hvernig markaðurinn í Bretlandi er uppbyggður, að það er ekkit bara þannig að maður geti labbað inn í bara næsta útibú og fengið lán. Það er ekki, já. Nei, þetta er kerfi sem er byggt svolítið öðruvís upp, sko. Ok. Þannig að það er alveg svona milliaðalara brókerar Já. sem er gegna stóru hlutverki á markaðnum. Já. Það er til dæmis hlutverk sem við þekkjum ekki á Íslandi. Nei. Þannig að, já, þetta er rauninni allt öðruvísi markaður. Til Harðar spyr Daniel Ari, er besta leiðin fyrir hinn venjulega leikmann að ávægsta fésitt með því að kaupa í sjóðum? Í hlutabrjóðsjóðum. Ég myndi alltaf mæla sko, fyrir fólk sem vil raunverulega fylgjast með markaðunum og allar að gera sig gildandi. Það á að velja sig einhverju félög. Já. Þetta getur með sjóðu líka, en ég held að það sé, þau vorum að ræða hérna á hann að verða að búa til einhverja menningu. Það er þetta bara mjög holt fyrir hvern sem ætla sér að fjárfesta hlutabréfamarkaði eða að kynna sér einhver félög og fjárfesta þá í þeim og fylgjast með þeim. Þannig að það er ekki ódýrt alltaf að kaupa í hlutabréfasjóðum. Nei, en, það helst á Íslandssjóðum sem er ódýrt. Þannig að, já, ég myndi fyrir þann sem hann til þessu vera nægilega vel upplýstur hlutabréfamarkaðinn og til í að fara all in, þá myndi ég mæla með því að velja sér einhver félög. Já. Hörður Reyniblað Hreiðarsdóttir sem svona nýr Björn Berg, sko. Já, sem verður að gera flotta hlutir enda líka. Það er glæsilegur. Það er önnur til Harðar hérna. Á ég að greiðin á lánið eða fjárfesta? Já, það er ekki auðveld spurning í dag, eða? Eða hvað segir þið? Það er alls konar fólk að hlusta á okkur, sko. Alls konar fórsundin þarna bakvið sem að Já. Er þetta yfirdráttur? Er þetta, já. Þetta er markmiðum og öðru, sko. Já, já. Er ekki alltaf gott að greiða niður skuldir? Jú. Ég ætla þess ekki skynsalara alla jafna, sko, en hann... Sorry, í algjöru framhjálöpi, varst það ekki þú sem skrifaði hann daginn að svo kom í ljós að Íslandsbankasalan fór ekki all í að greiða niður skuldir?
Já, var ekki vistaflað eitthvað Jú, ok, mögulega. Já, ég held samt að það sé nú ekki rétt sko, það fór allt saman í að greiða skuldir sko, Ok. en ég held að það er bara ekki farið að greiða niður það skuldir sem sumir hefði væntingur Já, ok. ríkisvíksla. Ok. Já, það eru alls konar spurningarna sem við fáum innsendar hérna. Sumar sem er bara ekki kannski heima hérna. Sko. Líkt og döðlunar sem að David Jones flytja til landsins. Þær eru þetta heima hérna. Já, sannarlega. Við erum ekki með poka í setti henni í kvöld. Jú, við erum með hérna, ég get alveg náðið á það. Það væri gaman að senda strákana að klifja það heim. Auðvitað rosalegar sinnabón döðlunar. Já. Og ekki úr vegi að henda þeim í rjómaostin. Þetta er allt nota hérna. Já, eðlilega, maður er búin að opna þetta allt. Þetta stendur ekki óhreift. Nei. Smakkar á svo öllu saman og kemsar. En strákar, þessi er til beggja nýr gjaldmiðl, til dæmis evran. Myndi hún ekki bara leysa öll okkar vandamál hérlendis? Ónefndur þessi. Já, ég held að stutta Stuttasvarið er nei sé bara. nei, já, séum sammála um það. Einróma. Og það er líka bara eins og við höfum rætt aðeins, ég meina, sko, hörður við réttilega að hérna fyrir þættinum að sko, tvennt að því helsta sem að er rót óstöðuleika á Íslandi er húsnæðismarkaðurinn og vinnumarkaðurinn. Og það pluss umbætur sem að myndi auka samkeppnishæfni okkar sem lands í vekað áðan, ég meina það myndi það er eitthvað sem að þarf að fara í og myndi sko, auka stöðuleika og verðmætasköpun á Íslandi. Já. Miklu meira heldur en bara það eitt og sér að skipta um gjaldmiðil. Já, klárt. Sko, eitt, hörðu það, því ég glemdi bara að spyrja á þegar við vorum að tala um Evrópusambandi, en er ekki bara því að þú er harðar og harðar í þinn afstöðu að þetta sé ekki málið, er ekki það bara fínt fyrir menn eins og þig að klára þetta once and for all og við klárum svo tvöfaldu þjóðaratkvæðagreiðslu og þjóðu vonandi veita, eða skilur við, að því að við fáum bara nei og þá er það bara búið. Það máli færi rauk fyrir því, ég myndi samt segja eins og ég nefndi sem ég talaði um áðan, ég myndi þá alveg að vilja, það er eitthvað efnisli umræð þetta, Okay. Sem er ekki og þessi, eins og þessi spurning hljóðar og maður heyrir oft hjá fylgismönnum þessum vilja ganga í ESB og taka befru, það er alltaf látið að því líka að það sé eitthvað svona töfralaust og þetta er svo óuppbyggileg umræða og býr til eitthvað svo svona verður þess valdandi eitthvað að við erum ekki að færast nær því að leysa þau vandamál sem eru, þú veist, alveg raunhæft að leysa. Þú veist, við vorum að tala um húsnæðismarkaðan, vinnumarkaðan og annað og umbætur því að efla samkeppnisefnina. En í staðinn sé allan ákveðin hópur með það eina sem glittir framan yfir sko, að þurfum að taka upp nýja mynt og það er að leysa upp öll vandamál og ná niður vaxtastíðin eitthvað slíkt. Þú veist, raunveruleikin er ekki sá. Nei. En Heiða Guðjóns hefur talað um það hjá okkur og við þurfum ekki að gangi í Evrópusambandi til að taka upp annan gjaldmiðil, evru, dollara, hvað sem það er sko. Svo er það kannski önnur umræða. Já, ég er ósammála Heiðari þar og hann, þú veist ég held að það sé, þú veist, það sé mikil áhætta fólkin í því fyrir ríkis og Ísland að fara að taka einhleð upp aðra mynt án þess að gera það í samstarfi við Seðlabanka þess myntar og það er þá hægur leikur meðal annars fyrir erlendar spákaupmenn að hann nýti sér þá stöðu þegar það myndi verða ójafnvægi í þjóðarbúskapnum Íslandi í samanburði landið sem við tengjum okkur myntina og það væri enginn til að verja þú veist, engin Seðlabanki til að verja okkur þegar einhverjum spákaupmenn væri búin að taka stöðu gegn Íslandi. Þannig að þetta er þarna veðmál sem ég er ekki til í að taka. Nei, ég ætla að gefa mér að góðfúslega leyfa því að ég er á helmikið þessu þætti að því að við náum eiginlega ekkert að tala um tollamál og það er náttúrulega sjálfsögðu búið fyrir mér allir að dreifa sér í skoðun til Orra Hlöðvessonar og allir sem að elska Hermann Guðmundsson og vesla bílavaralöti í Kemi. Það er ekki hægt annað en að elskan kom með gott stefn að vissi hver það var. Ég held að allir vissi hver Hermann Guðmundsson væri. Áfætt þó maður þær, ekki meir. Hermann hver? Ég bara, er þetta falið myndavel? Allavega. Sko bara við langar að enda þetta bara sem nótum að við tölum mjög lítið um tollamál. Við náðum ákveðnu sigri samanborið við ESB-ríkin allavega, þannig að það var gott að vera ekki ESB þarna. Kristrún er náttúrulega bara einhverju biðröð þarna hjá Bandaríkjunum að tala við þau. Hvernig horfir þetta við þér? Hvernig lítur þetta út?
bara, þú veist, þetta En- tollastrýð sem í gangi. Endum við ekki á sama stað við spil? Jú, við nefnilega enduðum á sama stað á ESB Já. og Noregur, sko, en Ok, sorry. sko, fyrst þegar þetta var kynnt í Já, fyrst. apríl og þá Vorum við 10 og hitt 15. já, Evrópusambandur þetta í 20 ef maður rétt Já. en þau fengu það niður, sko en sko, sem sagt þetta er auðvitað bara áminningu það eins og við höfum komið að áður að við eigum mikið undir viðskiptum við önnur ríki þannig að stjórnvöld þurfa að sinna hagsmunagæsluna miklum krafti. Við höfum verið mjög ánægð með það hvernig stjórnvöld hafa sinnt hagsmunagæslunni. Við erum hins vegar að upplifa það að við erum einhvern veginn að klemmast svolítið á milli. Það er versta sviðsmyndin eiginlega og þá er það annars vegar tollar á útflutningu vöru frá Íslandi til Bandaríkjanna. Hins vegar að þá virðist Evrópusambandið ætla að skilja okkur eftir út í kuldanum varandi verndaráðstafanir sem að það leggur á. Þar er ég að vísa í fréttir sem kom í sumar varðandi kísiljárn. Það sem að sem sagt, við erum að glíma við það að það eru ríki sem að stunda alltaf aðra viðskiptahætti en við. Kína, Kazakstan, Indland og svo framvegis sem hafa verið að flytja inn þetta hráefni til Evrópu í stórum stíl og lækka verðið. Evrópusambandið vill vernda framleiðsluna á svæðinu og kynnti hugmyndir þess efnis í sumar en Ísland og Noregur eru þar undanskilin samkvæmt þeim hugmyndum. Það er sem betur verið ekki búið að taka endanlega ákvörðun en þetta er þá slagur og þetta er í fyrsta sinn sem að við myndum svona fyrir alvöru verið skilin eftir út í kuldanum hvað Evrópusambandið varðar. Og það er mjög slæm tíðindi fyrir okkur og ekki síst vegna þess að eins og ég vekað áðan sko hluti regluverks Evrópusambandsins hefur verið innleiddur hér á landi og fyrirtækin hafa tekið á sig ýmsar skyldur og kvaðir með tilheyrandi kostnaði til þess að njóta ávinningsins af aðgangi að innri markaðnum. Þannig að það er auðvitað mjög skrítin staða ef við sitjum uppi með kostnaðinn en njótum svo ekki ávinningsins. Þannig að þetta er svona kannski stuttasagan af tollamálunum. Sigur Hannesson, takk fyrir kvöldið og takk fyrir komuna. Hörður, takk fyrir kvöldið. Hvar verða stýrivextir eftir 1 ár? Hvað eru 7,5% í dag? Segjum 6,5. Hörður Ægjesson, takk fyrir kvöldið og takk fyrir komuna.